Góða kvöldið, velkomin í úrvalsdeildina í Brits. Í kvöld ætlum við að spila undanúrslit og það eru Info Capital og Tíminn og vatnið sem að hefja leik, 14 spila leik. Og ég ætlum ekki að vera einn með ykkur í kvöld. Með mér hérna klipparinn í rosalagi, Gabriel Gíslason. Góða kvöldið. Besti klippari landsins. Takk fyrir. Gaman að vera hérna. Hvað segirðu, Gabriel? Bara gott. Þú ert svo sansbár, þetta ekki bara að segja hvernig leikurinn fer? Jú, ég ætla að skjóta á að Info takit í kvöld. Ég ætla að tippa á þetta að fara í 14-6. Í impum? Í impum. Nei, þetta er í impar, já. Já, ég ætla að segja 47-29. Þannig að það eru mikið læti og skemmtilegt spil. Já, ég trúi því. Ég held að þetta verði eitthvað svoleiðis, sko. Slemmur út allt og vesen? Já, ég finna á mér að þetta verði eitthvað svoleiðis í kvöld, sko. Já, En þú sjálfur? Ég vona bara að þetta verði svona síðasta spili, skipti máli og þetta verði spennandi. Já, það væri óskandi. Auðvitað vona maður það líka, en ég hef á tilfinningunni að þetta verði eitthvað svona... Þetta er náttúrulega allt vinir mann, sko, þannig að maður fara að segja eitthvað, sko, hvernig það fer, sko. En þú tekur Info með 18, Já, ég ætla að skjóta það. Þá segi ég bara Tími og vatni með 3. Já. En það verður ekki svona mikið skorað. Nei. Þetta eru 14 spil, ef ekki að segja 29-26. Það hljóma vel. Fyrir Tíminn og vatnið. Hljóma mjög vel. Þetta vonum maður eftir spennandi leik. Þeir get ekki unni öll mót á Íslandi Info, sko. Það verður einhver að stoppa. Já, ég sammála. Það er alveg komin tími til að einhver fara að gera það almennilega, sko. Já, einmitt. En þetta er sko þannig að við erum búin að vera hérna, þetta er 8. föstudagskvöldi hjá okkur. Já. Við erum búin að vera síðustu 7 með 8 sveitir og allir spila við alla. Og svo er þetta bara skipt hann að 4 efstu eru að fara núna að spila í undanúrslitum. Hinar 4 eru bara dottnar og leik. Akkurat. Og annan föstudag mun þá hinar 2, Grant Thornton og Máling mætast. Það verður skemmtilega leikur. Og við sjáum hérna hvernig þessi round robin eins og við köllum þetta britsmáli, allir við alla fór. Einmitt. Og var það nú ekkert smá ræðist lítill munur. Akkurat. Það var bara eitthvað brot þarna á 1, 2 og 3. Já. Og þetta var bara svona bara eitt slagur, sko, sem að Info tekur ekki. Já. Það var næstu dottnir í 3. sæti, sko. Einmitt. Það er mjótt á munum. Þetta er í þessu maður. En í sjálfu skipti það vola litlu máli hvort þú endar 1, 2, 3 og 4. Akkurat. Núna byrjar ballið, sko. Algjörlega. Núna máttu ekki fara að spila niður geimunum og missa slemmurnar, sko. Algjörlega. Það var þetta í þetta, sko. Ég segi það með þér, sko. Já, þetta verður gaman. Vonið fáum að sjá gott Brits. Já. Ég vona það innilega líka. Já. Sannlega. Þetta eru hérna landslýspör út allt og gamli refir inn á milli líka. Og með fjaralega úrslit og maður ætti nú að fá vona á því að sjá góðan Brits svona í. Já. Hvað er að gera svona í Britsinum? Þetta á morgun er alveg bara merkilegu dagur fyrir okkur Britsara. Við erum að taka upp þráðin á ný. Einminningur. Með Íslandsmót í einminning. Það er geggjað, það er glæsilegt. Og hvað var það rétt munið á mig? Var 2016 sem þetta var að spila síðast? 2017 held ég. Ef við rétt með, eitthvað stað mitt. Já, þetta er hérna, segjum bara svona cirka 10 ár. Já. Og það er bara gaman að fá mótin aftur í gang. Mjög svo, og að fara nokkuð vel á stað, myndi ég segja. Já. Komið 56 eitthvað skráðir eða eitthvað. Einmitt. Og ennþá ekkert að skrá sig. Þá verður það 80 næsta ári og svo verður bara, veist, þetta bara... Vindur upp á sig, vonandi. Einminningur er mjög sérstakt form. Já. Þá spila allir sama kerfið. Akkurat. Og svo er þetta bara alltaf á nýja makkar og... Vist mörgum þetta mjög gaman, ég man þetta þegar ég var að byrja, sko, þá fannst manum oft gaman að spila einminning, sko. Algjörlega. Og bara, ég er bara ánægður fyrir hönd Britsins að við sem að fá aftur einminningsmål. Já, mjög svo, algjörlega, sammála því. Svo er nú ekkert voðalega mikið framundan, þegar maður náttúrulega Britshátíðin í janúar. Eitt stærsta mót ársins bara í heiminum, sko. Algjörlega. Það styttist í það. Bærilegt maður. Vinna hana einu sinni. Já, það var í gaman maður. Ég hef aldrei verið í topp 3 í því móti. Nei, sama hér. Ekki sveitakeppninni. Svo náttúrulega jólamótin hann inn á milli og það er gaman að vera þeim. Fullt af jólamótum, það er í Hafnarfirði rosalega vinsælt mót, það er alltaf fullt í það. Algjörlega. Ef maður skráir sig ekki, þá bara fær maður ekki sæti, sko. Já. Og svo er Bristol að Reykjavík með líka svona svipað stort jólamót. Algjörlega. Og
Það alltaf gaman í þeim, alltaf Já. stemmar í þessum mótum, Já, sannlega. heldur betur sko. En þetta svona sem framöndan í britsinum og já, svo náttúrulega sko í britsinu sko þá erum við dálítið eitt svona, nú kannski í fleiri mínútur svo tennis, en við spilum dálítið svona í mixed sko, kona og karl og kona saman. Akkurat. Í svona paramótum. Það hérna einhver tíman líka framöndan mót í því. 7. og 7. des. Já, það er bara svona rétt í það sko, bara kortir í það. Já. Svo náttúrulega allir Íslingar til Madeira. Já, það heldur betur margir að fara til Madeira í ár. Já, en ég ætla að spyrja það einni spurningu hérna með þetta mót hérna. Já. Sko, fannst þér þetta eitthvað óvænt? Nei, ég myndi segja þetta væri svona nokkuð eftir bókinni, sko. Já, ég ætla að segja, sko, þá myndi ég segja kannski ekkert óvænt að info vinni. Nei. Og mér varst gaman hvað austamenn svona, þeir voru þarna börðust. Einmitt. Vonbrigðin eru náttúrulega tím Akureyri væntanlega. Þeir náttúrulega voru bara rétt í þessu, bara í gær nánast að keppa úrslitaleik í bikarnum. Akkurat, einmitt. Voru alla leið þar. Þeir hafa verið mjög góðir. Og verið alveg á sjóðandi heitir. Einmitt. Þannig að þeir hittu á ekki gott mót. Það gerist. Hilton byrjaði þetta mót alveg svakalega vel. Þeir voru efstir á tímabili. Já, og svo kom slæmukafli, kom íslenski kaplinn eins og í handboltanum í gamla daga, mástu. Einmitt. Hann kom við þeim. Kvennalandslið hefði kannski átt að fá fleiri stig. Já, það hefur verið gaman að sjá það. Þannig að það eru smá vonbrigði í þessu, en svona. Samt svona, já, myndi segja, það er svona top 4, svona nokkuð eftir bókinni, myndi segja kannski. Það er svona Hilton gall líka, og tíma Akureyri líka. Já, sko, þetta eru, má segja, bestu sveit til landsins. Þessar 4. Algjörlega. Og eru búin að vera það síðustu ár. Einmitt. Svo hafa Akureyringarnir, ef ég man rétt, þeir hafa verið að fara í fjagralega úrslit í Íslandsmótum sveitakeppninni. Algjörlega. Þannig að þeir hafa verið sterkir. Einmitt. Þannig að þeir eru svona við þetta kannski, þessar 4 sveitir. Já. Algjörlega. Það er gaman að þetta sé ekki bara 1 eða 2 sveitir sem eru að dominera britsinu. Það er komin aðeins meiri variant í þetta. Já, algjörlega. Sem gera það bara skemmtilegra líka. Gera þetta bara skemmtilegra. Síðan sko, það er, eins og ég sagði, sko, það er, ég glemdi því náttúrulega alveg, hvað er framöndan. Það var náttúrulega fyrsta deildin var spiluð daginn. Já, einmitt. Og ég ætla alveg ekkert að tala hana vegna þess að ég fjall í aðra deild. En hérna... Ekki tala það, sko. En ég var svona að reyna að gleyma þessu, sko, en það gengur illa að gleyma hlutunum. Já. En þá fær maður séns núna miðjan nóvember að spila í annarri deild. Algjörlega. Og það er bara svona, það mega bara allir vera með í þeirri deild, sko. Og svo bara fara 4 efstu að ári upp í fyrstu deild. Akkurat. Þetta er spilað einhver tíman 16. 17. Þannig að miðjan nóvember, hann er einn helgi. 22. og 3. nóvember, þetta spilað, já. Þannig að þetta er svona það sem er framundan í britsinum. Einmitt. Nú förum við ábygglega að fara að fá hérna, fólk nefnum ekkert að fara að hlusta á okkur í kvöld, sko. Ég meina, það kveikt á sjálf til þess að fara að horfa á brit. Ég segi það, sko. Svo er að sjá okkur að spennu hérna. Já, ég trúi því nú ekki. Það vil nú bara hlusta á okkur. Þetta hlýtur að fara að koma inn. Venjulega er þetta svona upp í 10 mínútur af því að við viljum ekki spila þetta þráðbeint. Já, algjörlega. Af því að þetta þarf að vera svona smá svona senkun eða delay. Akkurat. Þannig að það er bara leið og hérna hlutinu fara að gera, sko, þá bara hoppum við inn í britsi. Það er bara væntanlega næstu 1-2-3 mínútur. Þetta er svona. Það var víst eitthvað smá vesir í uppsetningu á mótinu, var ég að heyra frá teknimönnum. Sátt eitthvað vitlaust og svona, þetta var ekki smá senkun. Mitt. Þetta mót sem er að byrja á morgun, náðu þú einhvern tímann að spila einminningin? Nei, ég á það eftir. Ég hef aldrei spilað einminningin. Nei, ég held ekki. Ég held ekki spila hana. Þú kemst ekki því að Íslendingar, þeir
Þau eru svo hárprúðir, það þarf að klippa þá. Já, það þarf að klippa. Þannig að Það þarf að hafa vel snirta, það er ekki þú spurning. ert bara í snirtingu á morgun. Jú, það er bara þannig. Svona er nú oft lífið. Maður þarf að sinna sínum. Já, maður þarf að salt í gröð. Það er bara svoleiðis. Já, það er bara þannig. Ekki spurning. Já, ég man rosalega vel eftir þessu hvað þetta voru skemmtileg mót þegar ég var að byrja að spila ungur, sko. Já. Það var alveg... Algjörlega, ég á þetta alveg eftir. Ég hvet fólk, sko, sem er kannski eitthvað heima hrætt, sko, að vera bara sko, málið það bara með þetta, sko, það er bara stökk við djúpulugina og byrja bara, sko. Algjörlega. Mæta í klúbbana og að gera og ýmislegt í gangi, sko. Algjörlega, að gera og stökk á það, sko. Já. Ekki spurning. Já, menn að sitja vitlaust og þetta fer svona smá erfiðlega á stað. En þetta er nú ekki hátt skor í sjálfu sér. Það eru menn að setja vitlaust eða? Hvað er það mönnum eða? Þetta getur verið oft flókið, sko, þessi tölvuheimur, sko, þetta er meira fyrir ungdóminn en okkur gamlu kallana, sko. Já. Það er alveg komin tíma að menn fara að læra á það, sko. Að læra á tölvunar? Já, þetta er svona er þetta oft. Hverjir eru að spila í þessu, það eru... Já, við erum að fá í infosveitinni, þá er svona eitt aðalparið þar. Já. Þeir eru nú bara uppteknir í kvöld, þannig að þeir eru kannski ekki alveg með sitt sterkasta lið. Aðalsteinn og Birgir, landsliðsparið, þeir eru ekki með. Nei. Það er Bjarni og Mattías. Og Einar Guðjónsson og Þorlákur spila hérna fyrir Infocapital. Já. Ómar Olgeirsson og Stefán Jóhannsson fyrir Tímann og vatnið. Ómar og Stefán eru í svona sem við köllum svona landsliðshópur. Þannig að þeir eiga góðan séns að vera valnir í landsliði, sko. Þetta eru svona 5 pör, 3 verða valin. Þorlákur Jónsson, fyrirverandi heimsmeistari í bridge. Já. Einar Guðjónsson hann býr í Bandaríkjunum og hann er semst búinn að vera að sponsora íslenska landslið í bridge í 4 ár. Virkilega flott í honum. Algjörlega, sko. Hann er búinn að setja hellingspening og reyna að hjálpa okkur. Og mikla þakki til Einars. Algjörlega. En nú skulum við fara einblíðan okkur af bridgeinu, það er nú þess vegna sem við erum hérna í kvöld. Það er ekki Gabriel? Algjörlega. Norður passar, hann er nú bara með einhverja 8 punkta, ekki fallið spil. Og Austur situr þarna með 12, hlýtur að opna einhverju. Þeir eru nú að spila bara einfaldan standard, svo það er bara 1 lauf. Já. Þetta eru doppla og steppa spil, já, með það. Það var að vera með getur það. Já. Venjulega ættum maður að eiga 3 tíkla allavega, en svona á þessu level er maður ekkert að pæla í því. Nei, mitt. Og nú kemur bara 1 grand, 2 spaða, pass og pass og nú finnst mér að Einar ætti að doppla 2 spaða, en ég veit ekki hvað hann gerir það. Já. Kemur doppl hjá Norðröði. Ok. Það er áhugavert. Já, persónulega, sko, þegar ég væri að doppla hér, þá væri ég nú með betra lauf en þetta, sko. Makkar er að segja stegar stuttlauf sem hann vísu á ekki í þessu spili. Akkurat. Jæja, þetta er... Mér finnst doppli samt hjá Ómari vera svolítið svona kræft að mínum að því. Makkar þannig kannski að doppla mikið, kannski rétt shape og... Ég hefði bara með svona lélegt lauf melda 2 spaða. Já, eða það. En þetta er sko þetta ætti aldrei að standa. Þeir eiga náttúrulega eins og við sjáum hvernig spilið er að með því að spila vörnina, sko, kemur spaði út og nú er ásinn brotin og nú er náttúrulega hægt, sko, það er hægt að pinna tígulinn sem sagt að svína hjarta og láta tígu gósan á stað. Akkurat. Það spilar enginn þannig nema bara við að því við sjáum allar hendur. Mitt. Líka eftir doppelið þarna í suður, sko, eðlilega að sína gósanum hann að myndi maður halda, sko. Kannski alltaf að spila hjartadrottningu núna einu sinni. Svo kemur bara sennilega 10 kongur og svínatíkli og svo taka þeir
4 lauf, 3 spaða og 1 tígul, sko. Þetta Það talaði að verið vel heppilegt dopp hjá Norði Já, við sjáum að austur og norður og suður eiga bara 19 punkta, sko. Einmitt. Austur og vestur eiga 21. Akkurat. Og hér að fá 300 kall. Þetta mjög heppilegt, myndi ég segja. Þetta nú ekkert smáraðis byrjun. Já, algjörlega. Ég hef nú sjálfur melda bara 2 spaða hann í norður, sko. Já, ég nú eiginlega hrifnar að þeirri sögn, sko. En við skulum nú ekki vera, þetta tókst heldur betur. Þetta tókst heldur betur vel, algjörlega. Þannig að Þetta gott result fyrir Ómar og Stefán, ekki spurning. Flott að taka þetta spil 2 niður. Ok. Já, ok. Gerðu þetta svona. Það fór ekkert 2 niður. Það var sérstætt. Sviss. Þetta var ansi dýrt. Mér finnst nú sko svona með punktatallinguna að Ómar hefði notað kannski að Mitt. Og þau veit að makkir á 2 tíkla, sko. Hann fylgir með 6 og 10, sko. Akkurat. Þannig að hann sleppur 1 dán í þessu. Nei, hann stendur. Já, stendur það. Já. Hann með, já, komið 2, já, akkurat, hann með 7 slagi. Já. Og nú þarf hann að passa sig, sko. Þetta eiginlega, sko, svona, það eiginlega smá skvís núna, sko. Hann þarf að hann getur ekki, ef hann hendur laufi, gossanum, þá getur hann tekið hjarta 10 og spila minn á lauf. Ef hann hendur ásnum, þá getur hann tekið hjarta, hann búin að henda lauf, já, þetta allt í lag, hann tekur bara hjarta 10 og spila lauf og fara yfirslag. Já, ok, hann gat sett 7 á spila laufi. Ég held að hann hafa bara verið ánað með að vinna þetta spil, en hann sér þetta 2 dán. Hann gat enda með yfirslag þarna. Mitt. En ég held að hann hafa verið ánað að Já, þetta á þetta. Hann tók 8 slagi. Gaf hann ekki á hjarta 9 í lokin? Gott result í austur-vestur til Info Capital hana. Bíl sem var 2 niður með réttri vörn. Fekk svo 8 slagi sjálfur. Hérna skemmtileg spil. Já, hérna erum við í slemmu. Þetta spil mér nú falla í slemmu. Já, ég myndi held það. Já. Algjörlega. Það ekki, þessi pör geta ekki mist svona létta slemmu. Nei, mitt. Sko, þú sérð áskongur í lauf meiri segja bara algjörlega. Nei, mitt. Þú þarft ekkert að því að halda. Akkurat. Það var 4 lauf hann. Koma bara eitthvað 4 lauf hjá Söðri, sko. Og þá bara spurt ása og svo vantar 1 ás og Mitt. Þetta spil verður svona, þetta mun taka fljótt af. Spilið þið svona stöður eins og eftir þetta sequence 4 lauf sem bara splintir eða eyðu? Þetta bara splintur. Þetta bara splintur, já. Þetta ekki, sko. Nei. Það lofar ekki eyðu. En það bara í 6 hjörtum. Já, nú væntanlega svarar hann á 6 laufum. Mitt. Já, þá greinilegt að 4 lauf, hann þýddi eyða. Mitt. Það getur verið sé með eitthvað aðra sögt eða eru bara með 1 lauf. Ég ekki alveg klára að kerrun að gera. Ég nokkuð sem ég spila þetta svona sjálfur að 4 lauf svo eyða hann. Í þessari stuðu hjá okkur.
Þetta greinilega þeir eru með sko sem að 5 lauf sýnir ekki 0 ása heldur 1. Það eru margir sem snúa þessu við. Akkurat. Þú ert að læra kannski spilið, þá eru 5 lauf engin eða 3 og 5 tíklar 1 eða 4, en þetta öfugsnúið hjá þeim. Og þetta nú svona eitt af þessu spilum sem þarf nú alla að spila. Nei, akkurat. Þessu bara henda borðið. En Infocapital komið með fórystu í leiknum. Og nú eru ekki að spila upp á reyn vinningsti. Nú bara liðið sem vinnur, það fer í úrslit og liðið sem tapar bara dottið úr leik. Þetta nú ekki flókið spil. 12 slagir. Já, þetta verður bara... Þú getur bara tekið hjarta kóng og þegar báðir fylgja lit, þá getur þú lagt upp. Algjörlega. Þá skiptir engu máli hvernig spilið liggur. Nei. En þetta náttúrulega rétt íferð, taka hjarta á sinn að sjálfsögðu. Ef að gósi 10/4 skildu vera hjá vestri. Akkurat. Hann var nú fljóttur að sjá þetta en við, þannig að en þess vegna erum við sko að lýsa, sko, ekki spila, sko. Já, það er bara svoleiðis. Svo bara lagt upp. Næsta spil. Ég hef nú sagt þetta áður í útsýningu að margir sem að byrja að spila, þeir finnst þetta oft svona að vera dónaskapur að leggja upp. En þetta alls ekki, sko, við gerum þetta í bridgeinu bara til að spara tíma. Sum spil þarf ekkert að spila. Já, ég verð mjög hissa ef þetta spil fellur ekki. Sammála. Og við sáum þarna fyrir neðan skormið, þá stóð VFP 8-72, 11-28. Við erum ekki að pæla í þessu í dag. Við vorum bara að pæla í impunum. Algjörlega. Og hver fær fleiri impa í leiknum? Þarna eru 4 impar til Infocapital, þetta fyrir doblið hana, með munurinn á 120 og 280, það eru 4 impar. Bæði pörin fundu ekki laufsvis. Og svo við sjáum á okkar borðið, það kom dálítið hjarta fljótt, og ég hef oft nefnt þetta sko, þetta eru oft svona lykilmóment til maður að spila bridge-leiki. Maður stundum eftir maður... Ætla hann hafi doblað þarna á sömu hendi og Stefán doblað á, þannig að spurning hvort að... Nei, hann passaði. Bjarni doplaði ekki á sér spil. Nei. Ég hef kannski að fara aðeins á hitt borðið. Var það ekki gaman? Sjá aðeins Bjarna og Matta. Þeir eru búin að vera gríðarlega sterkir. Mattías og Bjarni. Þetta er serían mjög svipuð nema hann stekkur í 6 lauf þarna með. Já, það er vegna þess að 4 af þeim er bara einspil eða eða. Og við köllum þetta Splinter. Gummi Palli, hérna er nokkuð heimsmeisturum. Hann reyndi að þýða þetta og þetta var flís. Flís. Ég held að engin bridge-spilari vildi nota það orð. Ég hef aldrei séð neitt við bridge-spil og segja að þetta er flís. Á það að vera eða þá eða? Splinter. Já, Splinter, flís, já. Splinter er svona þegar þú færð í höndina, sko, er svo flís. En það bara, það er eitt af þessum sem bara gekk ekki. Nei, ég skil það vel. Við notum bara orðið Splinter. Og nú kom þessi skrítna 6 lauf, hún sýndi sko 8 töluása og ren, ekkert lauf og 1 eða 3 ása. Og svo það bara makker að vera nógu góður og sjá það á sínu spilum hvort makker á 1 eða 3 og hann sér það oftast. Algjörlega. En það hafa orðið slys, það sem menn hafa ekki séð það. Þá erum við komin hérna, skulum halda okkur aðeins við þetta borð. Já, nú sjáum við sko stílsmun, áðan doblaði Bjarni ekki. Og opnar núna. Og sem að það kannski talið hafi verið
að hann væri kannski passífu spilari. Akkurat. En við sjáum það að hann ekki passífu spilari. Hann hafði nú aldrei verið passífu spilari. Já, hann tók mjög rólega áðan að fara ekki inn í sagnir. Einmitt, svo sannlega. Já, það bara splinter og alveg græs, sko. Ekkert mál. Ok, þetta... Eldar hann bara 3 grönd? Já, ég býst að hann bara 3 grönd. Allir svona helmingun á punktunum hans matta eru í hjartanu. Já, algjörlega. Ok, hvernig, sko, þetta liggur nú ansi vel. Liggur það nokkuð þægilega, já. Spaðin 3-3 og kongur drottning í laufi fyrir framann. Já, en sko með tíkli út, sko, ertu með 3, 4, 5 lús tapslæði, sko. Þannig að... Endur að segja að það væri nú nokkuð með gósa 9-8-7 og það er drottningu 10 eða eitthvað hjá Makker eitthvað. Jón Hersir kemur við 10. Já, ég held það. Ég get ekki ímyndað mér annað útspil, sko. Hann veit að Matthías tekur alveg við hjartanu. Bjarni var búinn að stutt hjarta. Já, líklega, já. Hann er allavega ekkert hræddur við það. Og Matti vill vera í grönd. Einmitt. Það er ástæða fyrir því. Akkurat. Þannig að þetta er bara 10-7. Það er nú drottning 10 eitthvað hjá Makker í tíklið með það er. Já, þeir spila ekki 4. hæst út. Þeir spila 3. þannig. Já, Jón Hersir er náttúrulega sko svona, og sé náttúrulega Íslendingur, hann er svona hálfgerður Svíi, hann er búinn að vera svo lengi í Svíþjóð. Akkurat. Og þar spila náttúrulega engin út 4. hæst. Nei. Allir 3. eða 5. Já. Einmitt. Já, við góða tækni hjá Matthías að taka ekki slægin strax. Einmitt. Hann er bara að fá 1 slag á tígul. Og hér gefur hann bara... Dúkka bara aftur. Gefur bara 2 svar. Þetta er... Ok. Nú fer hann bara að reyna bara að fá einhverja slagi í þessu spili. Nú fer hann bara í laufið. Og þó að spaðin sé 3-3 með að þá dög og hjartakongur réttur, sem við vissu ekki í þessu spili, það er samt bara 8 slægir. Einmitt. Þannig að nú ertu bara að reyna að fara sér minnst niður. Þú sér það, þú ert sennilega aldrei að fara að standa þetta spil. Nei. Ég býst við að Jón Hersir leggir það bara á milli og takir svo konginn og tekur svo 10 gósan og spila sér svo bara út á laufi og býður eftir hjartakongnum eða spaðaslag í vörninni. Hvað gerist ef hann fer upp með konginn og hann er að fara eitt án í þessu? Já. Það er bara... Hann veit allavega hvernig laufi liggur trúlega. Líklega. Svo þegar hann drepur sko laufslag, þá hendi Makker væntanlega hjarta 7. Mitt. Þess að frávísa hjartanu. Mitt. Já. Er einhver hætt á svissi í spaða? Einhver hætt á því? Já. En þetta er nú bara svona spil sem að maður í sjálfu sér ætti að enda í stubb. Maður á náttúrulega ekki að vera í game með 13-9 og ekkert fitt. Einmitt. Já, nú spila hann spaða. Já, nú tekur hann bara dáninn. Já, þetta spilir bara 1 niður. 1 niður. Og þeir eru að spila 3 lauf hinum megin. Bara par samningur. Með 2 tíulúsara. Við skulum bara
fara yfir á hittborðið og sjá hvort hann sé að landa því heim og jafna leikinn. Ef hann vinnur 3 lauf, þá bara staðan 4-4. Ég held að hann vinni það, finnst mér. Þetta voru svakalega sagnir. Það sem gerðist það að menn að spila svo mikla yfirfærslur. Einmitt. Og Söður með að segja hjarta sýndi spaða. En þetta flottar sagnir til þess að endaði 3 laufum. Það alveg ekki spurning, sko. Síðan sagði hann 2 lauf sem báðum 2 tíkla og sagði svo 2 spaða sem þýddi ég á 5 lit og áskon í gegn. Algjörlega. Norður segi, já, ég á ekkert algjört lágmark en ég á ekki spaða. Einmitt. Og segi 2 grönd og þá segi Söður ég hafði engan áhuga á 3 gröndum. Já. Og ég á lauf til hliðar. Og enda bara í besta samning. Og enda í svaka fína samning, sko. Já, þetta ekki, maður sjá. Hann búinn að gefa 2 slagi og... Já. Hann getur þá bara að spila spaða aftur eða eitthvað. Já, hann getur bara tekið lauf á og spila spaða. Já. Gefa bara 2 lauf. Einmitt. Þannig að hann er alveg saman hvað hann gerir. Hann stendur þetta. Þetta var flott, bara gott spil fyrir þá. Þannig að það 110 kall pluss 50 kall, það eru 4. Þannig að staðan bara 4-4. Þetta bara eins og við vildum fá þetta. Ok. Akkur var hann að þessu? Já, það var svolítið sérstaklega. Hann gæti bara tekið lauf á ás og spaðinni frýr og hann gefur bara hámark 2 lauf. Einmitt. Þannig að fara að fá hérna yfirslagi, já. Hann fær aldrei yfirslag. Ekki núna. Núna er hann búinn að tryggja það að hann fá 1 í viðbót í Þorlákur. Þetta var, já. Grítið okkur hann tók ekki lauf á sin og spilaði spaða. Það var kannski allt í lagi, því að Þorlákur getur aldrei gert neitt. Skilurðu? Nei. Það er ekkert þetta. Þetta var alveg safe. Mitt. Alveg sama, já. Það var bara allt í lagi hjá Stebba. Kannski gert þetta svona flóknara fyrir kannski þess en... Og við ættum kannski að segja það sko að reglur mótsins eru þannig að við spilum bara 14 spil. Einmitt. Þar að leiðandi hefur leikun endar jafn. Þá kemst sá sem í fyrsta sætinu áfram, ekki satt. Þá fer Infocapital áfram. Við erum ekki með bráðabanna. Einmitt. Spilum, þetta bara 14 spil leiki, þannig að þá hefur undankeppnin smá vægi. Algjörlega. Þó að munaði nú ekki miklu. Nei. Þetta var flott að 4 bara stoppa í góð samningu 3 lauf hana. Verðskuldaði 4 hana. Já, velmeldað. Ok, nú Þorlákur með þetta aldrei skemmtileg spil. Já, þetta er skemmtilegt. Kemur, opnar á hjarta og 3 spaðar inn á. Og nú Einar með svona smá vandamál, sko. Gefið doppl eða eitthvað? Gæti gefið doppl, eða bara 4 hjörtu. Já. 2 spaðar hjá Stebba, flott. Það er svona sögn sem ég hefði meldaði borðið. 7-2-2-2 sem passaði makkar. En ég held nú að flestir Íslendingar myndu melda 3 spaða á þetta. Já, flestir myndi held að. En ég mjög hrifinn af þessari sögn. Nú spurning hvað rætt hjá þeim. Það var kannski hægt að segja 2 grönd sem hjartafitt. Það sé bara doppl. Það sé bara fínsögn dopplaðan. 3 spaðar. Vandamálið við doppli að þú átt 3 lit í hjarta. En kostur við doppli það að nú geti Þorlákur bara keyrt í slemmu. Einmitt. Segi bara 5 grönd. Algjörlega. Doppl. Þá koma 4 hjörtu. 5 grönd. Hann er aldrei að fara að passa 4 hjörtu.
Jú, hann passaði 4. Ok. Sem að líka spurning hvernig hann fer í tígulanda, hvort hann farið að spila tíguldrottningur og staði eitthvað og gefa 2 tígul. Ég held að Dobli var eitt take-out í mínur og þá þarftu nú bara sko Kongósa í tígli og laug Kong. Emitt. Það eru 7 punktar og þarftu nú ekkert meira en það í slemmu. Mér kannski annað ef hann var að dobla 2 spaða hann á hættinu og krefja spaða. Já, emitt, hann á akkurat mjög líklega einhverja hónura í lálitunum. Já, annars er ekki að dobla. Nei, ég segi það. Og oft er þetta 9 spil í lálitunum líka, sko. Þetta er nú ekki oft sem makkar á 3 liti hjarta og tekur ekki undir. Tígul útspil var gott líka. Hann er mögulega kannski gefið 2 tígul eða ekki komið úr tígul. Mögulega geta kannski farið fram með tíguldrottninguna. Já, vísu er náttúrulega Suður búin að melda, sko. Þannig að... Já. En sko, í mínu bókum fær hann ekki góðan blindan spaða. Kongurinn er hróðalegt spil. Ef það hefur eitthvað starf annar staðar, þá hann bara hugsaðlega geta verið að missa bara algjörlega kleinstæmi. Ég er sammála. Já, ég er náttúrulega hissa á Þorláki að stoppa þarna. En hann er nú með reynsluna. Hann kann þetta, hann Láki. Já, ef Einar hefði ekki átt að spaða kong og átt kannski 10 konginn í staðin fyrir. Já, bara drottningu 3 spaða, kosan alveg í hjarta og eitthvað svona. Emitt. Það eru einhverjir punktar hana í mínunum. Kongos í tígli og laug kongur. Það var mjög flott slemmuspil. En bæði pör mistu þessa slemmu. Þeir komist nú í 5 hinum einn. Getur við fengið að sjá hvernig það meldaðist aðeins? Já. 3 spaðar hjá Bjarna. Mitt. 4 spaðar hjá Matta. Það er svolítið erfiðar í þessari stöðu. Já. Miklu erfiðar. Kannski að segja 5 laug og gáttu fáið 5 tíkla. Mitt. Og gamla á þetta. En sko slemman í sjálfu sér, ég er ekkert sérstaklega góð, sko. Það er bara brotnuð allir liti, sko. Þú ert með 3 áttaspila þitt. Og það brotnuðu 3-2 allir liti sem er kannski ekkert líklegt eftir eitthvað. 6 laug hefði kannski bara verið fín slemma hann. Já, kannski þeim sem eru. Já, alltaf 6 laug, sko, ef að trompið er 3-2. Já, ef trompið er 3-2. Þá ertu ansi góður. Sérstaklega þú spilar það í austur og geta þær ekki stytti í spaðanum. Nei. Nema fría kongin, sko. Akkurat. Ok, menn þetta var bara gaman þetta fjall, þannig að þetta er ennþá bara alveg... Það 4-4, þá spenna í þessu. Já, þetta er... Þú er bara 10 spil eftir. Þetta með að vera stressaður hérna í lokin, þetta verður svona. Þetta er það bara þannig að sá sem að vinnur þennan leik er komin í úrslit. Já, komin í úrslit. Og rauninu verið burt séð frá stöðinni á undan. Já, skipta engu máli. Skipta engu máli. Nú erum við bara komin í... eins og öðrum íþróttum bara í plain undan úrslitaleik og það er bara knockout, annarkot kemst í úrslit eða game over. Emitt. Það var svo far svo gutt að leikurinn er spennandi 4-4 og vonandi helst leikurinn þannig áfram, þannig að þetta geti verið bara úrslitin ráðast á síðasta spili þess vegna. Það væri skemmtilega. Já. Norður hefur leik. Ég er bara 3 grönd flottur samningur í Austur-Vestur. Eða í Austur-Vestur. Já, þeir eru nú ekki með 27 punkta milli handana. Það er 1 grönd, 3 grönd. Já. Til skjóta.
spaði út, hleypt á gósan. Já. Það vartu komið með 3 spaðaslagi. 2 tígurslagi, 1 hjartaslag, 1 lausslag, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tígullin liggur leiðilega, þannig að það er... Já, þetta er ekki bara 1 niður? Jú, mér sýnst það. Ég veit ekki hvar sagnaði að fá 9. slaginn í þessu spili. Nei, ég sé það ekki heldur. Það er ekkert, sko, það er engin öryggisspilamennska til í tíknunum på 3 slagi að því þú átt tvist, þrist, fjarka 5. Einmitt. Og það þurfti að eiga 8. Akkurat. Til dæmis, ef að Vestur hefði átt ás 8 fjórðu, og breytir tígur 5 og setur hana í norður og tígur 8 í norður fer í vestur, þá áttu að spila kongnum út. Einmitt. Þá gardararu drottningu 10 fjórðu báðu megin. Algjörlega. En nú ert ekki með... Það möguleika, nei. Nei, þannig að ég get ekki séð eitthvað sem hægt að gera hér. Þetta er bara alveg... Nei. Það þyrfti svona eitthvað skona disaster í vörninni að Bjarni fer inn á tígul og sissar yfir hjarta drottningu. Einmitt. Það þarf eitthvað svoleiðis. Já. Sem aldrei að fara að gera, þannig að spila bara spaða aftur. Ég ætla að giska á það. Ég held að þetta spil sé fara bara einn niður. Það er lítið hægt að gera í þessu. Þetta er nú bara eitt af þessum spilum. Þó er sért með 27 punta og farð 1 slag á útspilinu. Akkurat. Það dugði samt ekki. Nei. Stundum bara passa spilin einhvern veginn svo illa saman. Og svo vantar þetta alveg til millispilin í þetta spil. Þú veist, hjarta 10 og svona. Algjörlega. Það vantar alveg öll millispilin, þannig að þetta er... Það var nú svolítið sérstætt að vera í tveimur og vinna það slétt á 27 punta. Já, þá er það nú bara eitthvað miskilningur. Já, ég segi það. Þessi pör sem við erum að sjá hér, þau fara nú í geim með 24 punta náttúrulega alltaf. Sjálfsög. Okay. Nú er spurning sko hvaða spil Matthías setur. Ef hann setur hjarta þrist, þá er svona smá test á Bjarna. Ég held samt að Bjarni veit að Makker á nú ekki marga punkta sko. Nei, líka þegar hann sér tígulstöðuna núna og hann heldur bara áfram með spaða. Ok, Makker setti lauf 7. Kannski... Já, ég held að hann spili bara áfram spaða. Ég held að sé, veit ekki í hvað hann ætti að fara að svissi hann. Heldur því bara áfram. Ekkert að fara að hreyfa neitt eitthvað fyrir sagna á haldi. Og nú kemur hún að spaða þristur og hann veit hann á 5 spaða og 4 tíkla. Ok, hann er góður Bjarni í þessu. Nú er Bjarni að fela spaða þristin svo hann veit ekki hann á 5 lit. Einmitt. En nú kom tvisturinn sem sýnir jafna tölu upprunalega sannlega hjá þeim hann eða. Ok. Núna getur unni spilið sko með að taka spaða ás og kongi í laufi og spila hjarta ás og hjarta. Já, hann verði þá verði að spila sjálfur frá tíglarnum hann. Jú, ef hann fyrir upp með kong þá er hann búin að henda laufi, þá flýjar hann góðan. Já. Það er nú bara, sko, ef að Jón Hersir finnur þetta play, en hvað á hann að spila upp á? Nei, einmitt. Hann er aldrei að fara að fá laufslag. Nei.
Gæti hann fundið þetta? Það var spurning hvort að það myndi bara taka... Nei. Já, hann vinnur spili líka núna ef að Matti fyrir upp með hjarta kóng. Já, þetta eftir drottningur önnur. Þetta hefði nú bara verið þetta hefði verið svo flott spil að Gummi Pelli hefði þurft að fara aftur og byrja að skrifa fyrir Moggan Þannig að þið sé þetta Já. Já, ég meina, hvað ætlar hann að fara upp með hjarta, veist, ef hann á hjarta drottningunum, fær hann þá ekki alltaf á hana, hvort sem getur hann alltaf spilað á hana. Það liggi eitthvað á því að fara upp með hjarta kónginn. Já. Til þess að fara að spila hverju? Til þess að fara að spila Laufi? Laufi, já. Það gæti verið rétt. Þú sér það þetta Matthías margreyndur landsliðsmaður. Þetta ekki létt við borðið. Algjörlega. Já, algjörlega Góður. Það er vel gert. En ef að ná hjarta drottninguna, hann þá ekki alltaf með spilið? Jú, hann kannski sér ekki alveg austurspilin, þú veist. En þú veist. Veit ekki alveg hvernig tígulstaðan kannski á hann ekki tígu kóng, kannski á makkir kóng eitthvað í tígli, Já, en hann getur alltaf ekki spila tígli, hann var að spila Laufi hann sjálfur. En ég menna hann þá alltaf langt komið með það. Hann komst að þessu öllu saman. Það var flott. Þannig að þetta fellur, eins og við sjáum á hinu borðinu, þá spilu þeir 3 grönd 1 niður. Hann ekki að fara að vinna þetta spil. Nei. En hann hafði sjansinn. Hann hafði sjansinn, einmitt, algjörlega. Kannski átti hann að finna þetta, en þetta var ekki létt. Þannig að í raun og verið, ef hann hefði bara tekið sín 8 slagi eins og var hérna. Það samt ekki 10 slagin. Nei, ekki 10 slagi, nei. Nei, einmitt. Tekið bara... Þetta spila honum mynd, akkurat, einmitt. Hann að spila upp á eitthvað svona. Nú ætlar hann bygglega að spila Laufi og henda honum inn eitthvað. Algjörlega. Ef hann skildi, það á ekki að ganga upp heldur, það er eini þetta. Ég held að skiptingin sé allt sanna, Það búið að spila spaða 3 svo. Já. Hann veit að Matthías á 5-2, 4-2. Hann það bara farið upp með kóng og spila spaða. Spila bara tígli og kóng, setti sig við dán. Einmitt. Ætti að gera það allavega. Já. Þannig að við erum bara ennþá í jöfnum leik. Ekki þegar maður reyna eitthvað sem ekkert til. Og fer hann auka dán. Mitt. Já, hann gafst bara upp. Það er aldrei spenna í þessu. Já, heldur betur maður. Heldur betur. Þetta hefði nú getað verið aldeilis blaðaspil hjá Jóni Herstein maður. Heldur betur maður. Hann verður svektur þegar hann sér þetta. Já. Það getur ekki séð allt. Tölum blaðaspil þegar þú ert að vinna einhver spil svona rosalega flott. Já. Þetta er svakalegt play. Algjörlega. Takk þetta Jæja. Nú komið austri að melda.
1 grandi eða 1 spaði, ég myndi náttúrulega spaða á þessu spil. Þetta allt og góð spil þess að opna 1 grandi, þótt að sé 17 púntar. Já, 1 spaði. Nú kemur einhvers konar 4 lita reis og 4 spaðar. Einmitt. Og svo bara liggur ekki tígul ás og við förum bara 1 niður. Þetta bara 1 dán 4 spaðar. 3 laug ábyggilega að sína einhvers konar veikt 4 lita reis. Einmitt. Fer hann eitthvað að reyna við 3 grönd með svona, já, nú 7 slagi, sko. Það nú gaman að eiga einhverja sögn til þess að hann kannski alltaf að bjóða upp á það, kannski. Segja það, en þetta nú svona bara eðlilegt, 4 spaðar. Hverju heldur að Bjarni spila út? Tígul drottning? Hann hefur fengið að vinna það hinum megin. Ok. Það hefur eitthvað Það hefur eitthvað gerst. Já, þetta Sko, þú getur náttúrulega með hjarta 5 út. Þá getur þú sett 6-una. Já. Og til dæmis bara dúkka drottninguna. Já, akkurat. Svo áttu búin að fá Einmitt. Niðurkast í laufið. Eða þú hittir í það svo. Eftir þetta áspil þá á enga séns í þessu. Nei, hann á ekki eiga neitt séns nema ég sé sko að missa af einhverju. Tígulkongur, ás. Og tígulkvistur. Það bara hjartaslagur, ljóslagur, tígulslagur. Það ekki tætt að... Tígulkvistur. Og nú verður hann að svissi yfir í lauf, sko. Annars getur alltaf unnið spilið. Já, akkurat. Já, nú eru þeir undan. Já. Já. Það var ekki svona létt. Nei. Nú getur hann tekið trompið og hjarta... Það hefur verið flott sviss eftir tígul drottningu og kongu ás og sviss í lauf á 10. Þannig að maður þarf að eiga áskongi laufi þannig að hann tapa á því. Áskong 3. Já, eða bara kongin og hann hleypir á gósan. Það er nú ekki létt vörn. Nei, ég var bara að segja þetta með að horfa á spilin, sko. Einmitt. En það sástu að Mattías hugsa sig ekki svona Nei. Nei. Ok, en getur hann að fara niður á þessu ennþá? Er hann að spá í að trompeta með 10-unni ef þetta skildi vera, þess að 10-unni skildi vera 6-2? Mögulegt. Þá þarf hann sko að hitta dálítið í spili, sko. Þá þarf hann að taka 3 tromp og dúkka hjarta. Spila hjarta á 6. Já. Nei, nú tekur hann... Ok, nú tekur hann 3 spaða og veit að vita að Bjarni á 1 spaða og 4 tígla og hendir laufi og hendir einhverjum hjörtum. Hendir bara tígli á og svo hendir hann laufi. Tekur hann spaða drottningu. Og nú er ekkert annað eftir í sjálfu sér en að spila bara upp á, það er ekki rétt annarkvort að liturinn brotni 3-3. Spila upp hjarta kongin og hjarta ás. Já, hann má ekki spila hjarta ás núna, sko. Nei, hjarta kongin. Já, hann má... Og hjarta ás og meira hjarta. Já, ég held að... Þá er það með það. Já, hann er líka með að hann spila hjarta á 6-una og svo tekur hann, ef það kemur lausist, þá tekur hann ásinn og svínar 9-unni þegar drottningin dettur.
Já, ekki líka við að spila hjarta á kóngin og hjarta á ás og spila hjarta 9? Jú. Alltaf það sé ekki svona fræðilega rétta playið. Hjarta ás aldrei rétt. Nei, litla kóngin og hjarta ásinn og lítið hjarta. Þetta svona tæknilegt spil. Gott að Jón Hersir að hugsa sig. Já, algjörlega. Just í staðin fyrir að spila hjarta og alltaf fara að spila hjarta svo hjarta láta hann fara og alltaf svo fara að sína hjarta. En ef hann leggur niður hjarta og þá hann komið niður. Já. Þá getur hann ekki unnið spil. Já, er það ekki svona helsta kannski svona, myndi ég halda kannski best að spila með spila hjarta kóngin og hjarta ásinn. Akkurat út af þessar stöðu, drottning í á. Það bara 2 stöður sem getur spilað upp á. Það að litunarbrotni 3-3 eða að norður eigi 2 af þessum 3 spilum blankt. Þess að drottningu 10, drottningu gósa eða gósa 10. Ef liturinn er 3-3 þá tapar ekki á því að hvernig sem fer að því og spila hjarta kóngin eða... Þannig að hér bara rétt eins og segir að spila hjarta á kóng og hjarta á ás og svo að 9. Akkurat. Já, glæsilegt. Ég meina hann ver sig fyrir þá 3-3 legunni og þessar legu. Ég meina ef hjarta 3-3 þá já hann alltaf þessar slagi. Glæsilegt. Þá bara fjall þetta. Og flott. Gríðarlega erfitt spil í vörn. Algjörlega. Og svo spilar hann hjarta að 9 og á innkom og spaða 10 til þess að henda laug 7. Algjörlega. Já, það bara 4. Býtu, hvernig var þetta aftur spádómur hárgreiðslumanns í byrjun? Ég fann það á mér að það var eitthvað svona flugveldarsýning, sko. 46-27. Já, ég spáði því, en það enda 7 spil eftir, en þetta var bara svona mín tilfinning fyrir... Þú sért ekki að hitta það í kvöld. Þessi leikur fyrir kannski bara 10-7. 29-26. Hefur ekki haldt okkur eða þá við það? Ég haldt okkur eða það. Ok. Hér opnar Hlynur á einu tígli og Matti á þessa fínu innákomu. Nú getur Austur sagt eða 3 sagnir. Það pass, doppl og 1 grand. Það doppl. Þá kemur bara 1 grandi honum og það trúlega að spila það bara. Já, bara pass. Hvað heldur að Matti að spila út gegn 1 grandi? Laufa ás eða spaða tvist eða spaða 5? Ég held að spila bara spaða. Já. Ég ætla að eftir doblið þarna þess að laufið sé ekki sóknin, sko. Þetta nú ekki, sko, þetta nú ekki alveg létt spil. Það ekki mikið innkomur í borð, sko. Má setja þristinn og 9 og spila litlu laufi. Já. Já, maður það ekki svona normalt. Setja þristinn og kemur fjarkinn. Og hann felur væntanlega 6-una. Já, drepur á 9. Spila litlu laufi, trúlega. Spila laufi. Og og 7, þá veit hann að ástæðan að Bjarni setur 7 þarna að hann með 3 lit. Og þegar hann setur 7 og svo lærraspil þá hann að segja við Matta að hann á 8 tölu í litnum. Ef hann á slétta tölu þá setur hann lítið. Þetta eru kallaða markeringar, það er gott fyrir ykkur sem eru kannski búin að spila minna að læra þetta. Þetta er rosalega gott í vörnin að spila svona markeringar. Ok.
Nú ætti sagnaði sko eiga slaginn þarna og spila laufa drottningunni út. Já. Ekki, já, þess að þetta, já, svona má spila hvaða laufi sem má líka spila 9 og setja tvistinn. Einmitt. Bara reyna að fela þetta einhvern veginn. Akkurat. En þeir eru með þetta alveg á hreinu, Matti dúkkar núna og setur hann 8 gefur hann slaginn. Allt undir kontról. Algjörlega. Og þetta er hægt þegar maður veit lengdir í spilunum Einmitt. og telur upp alla liti. Þetta er rosalega æfing. En hér sjáum við sko eitt besta par landsins, hvernig þetta er gert. Einmitt. Sko. Já. Nú brýtur hann spaðan. Sýnst þetta spil enda bara slétt. Og þá fær sagnaði 1 á lauf. 2 tígul. Nei, hann fær hann ekki bara 2 tígul og hann er komið með 4 slagi. Hann fær alltaf á hjarta kongin hann í restina. Nei, hann getur ekkert fengið á hann. Sko. Nei, hann er að fara 1 niður, sko, ég veit ekki hvernig hann er að fara þessu, sko. Ef hann spila laufi núna, þá getur hann bara tekið spaðan og... En ef hann spila bara litlu hjarta, 10 dettur og drottningin, hver er allar hann að spila þannig? Ef hann spila laufi, já, hann er kong og spaða kongur. Lauf 10. Spaðakongur og hendi hjarta. Og hverju hendir hann svo? Er hann ekki skvís? Við sjáum það að tíminn á vatni þeim leist vel á að vera ykkur 5-1 fitti þarna í 2 spöðum á hinubólinu en svo venjulega endaði það nú ekki vel. Nei. Þannig að hér er info að fara að fá 9 impa. Þetta spil er bara 1 niður sem mér, það er rétt. Já, hann getur ekkert kastað neinn. Nei. Nú hendir Bjarni bara tígli. Einmitt. Hann má ekki henda hjarta drottningu, já, það er bara komið. Og nú er Hlynur, það sem við köllum skvís. Ef hann hendi hjarta, þá taka 2 hjartaslagi. Ef hann hendi tígli, þá hann spila inn á tígul og hann verður að spila á hjartanum. Akkurat. Hann getur ekki kastað af sér. Nei. Alveg sama hvað hann hugsa sér lengi um. Hvað hefði gestist þú? Var hægt að vinna þetta ef hann hefði spilað hjarta hann ekkert mann? Þegar 10 dettur hann gefur mér þá vel veg fyrir skvísing. Hjarta gósa og pinna 10. Já. Sér alltaf hendur. Eða spila lítið á gósa og 10 dettur. Hvort það var að koma í veg fyrir skvísing. Ef hann stingur spaða drottningu í slag 1 og spila hjarta gósa þá vinnur hann þetta spil. Já. Ég meina, spilar engin spil. Nei, ég mitt. Það býtur nú við. Nú er að koma með það. Já, ok. Matti las þetta ekki. Nei. Ok, jæja. Þá voru þetta bara 5 impar í staði fyrir 9. En, nógu gott. Allt í játnum en þá. Að taka fórustuna. Ég átti að hrósaði meira fyrir vörnina. Það hefði verið gott. Já. Þetta var mjög gott fram að þessu. Já, fram að þessu, já, algjörlega. Jæja, Mattías með 12 púnta og Jón Hersir skuttla sér inn á með passaða makkar og þessar hundasúrur. 2 laug hjá Bjarna. 2 tíklar. 2 tíklar, já.
gat sagt dopp líka, en allt til að segja 2 tíkla. Vendarsagnir bara í 3 laufum hann kannski. Mattías segir nábyggla bara pass og hann 3 lauf hann og Sagnir deyja þar. 3 lauf og allir pass. Bjarni gefur þetta og eftir. Nei, ekki í dag. Sko, spaðakosin liggur og laufið. En hjartað ekki. Þannig að þú gefur 1 á spaða, 2 á hjarta og 1 á lauf. Sléttaði. 100 á tíkall. Þetta nú ekki slæmtala. Já. 3 tíkall. Hlynur lét bara vaða aftur. Já. Á spilaði trúlega bara 3 tíkla. Já, ég get ekki ímyndað mér að Mattías hann að spöja að dobla þetta. Nei, þetta ekki. Nei. Hann veit að Makk á svona 8-10 punkta. Einmitt. Hann ekki 12, þá fer ekki að segja 3 lauf. Nei. Þá var hann að dobla eða gefa einhverja sterkari sögn. Ég er bara búin að segja frá sína, það er 4 lauf. Já, 4 lauf. Já, ráðhafast. Það er ekki að fara að standa. Nei. Þeir eru nú ekki hrættið þeir félagarnir við sagnboxi, sko. Þeir finnst gaman að klikka á sagnina. Ég segi það. Já, það var... Ok. Það liggur bara 1 á. Kemur ekki bara út tíul tvistur og... Er þetta ekki óskup þægilegt spil í vörn? Jú. Er nokkuð hægt að klúðra þessu? Nei. Ég held að það sé bara eiginlega mjög erfitt að klúðra þessari vörn. Og ég held nú bara að við getum nánast bara fullir það að tíminn á vatni er að fá 5 impa í þessu spili og staðan er 9-9. Ha, þetta er 8 spil. Já, þetta er spennandi, maður. Þetta liggur niður. Er einhvers konar endaspilamennska eða eitthvað? Nei, það er öll millispilin. Það er bara ef að Hlynur fer inn á lauf Kong og svissar yfir í hjarta, held ég. En með svona stappaða háliti, sko, sem Hlynur er með, drepur hann ekki bara að spila meira lauf? Já. Er eitthvað annað að gera? Já, 10-7 eða eitthvað. Hann er bara að fara að bíða eftir. Já. Hjarta líka þægilega líka fyrir hann í sýningu. Nei, hann er í 4, já, mitt. Þetta er... Hann er bara að gefa 2 hjarta og 1 á spaða hann að... Er það ekki? Jú, ekki, ég held að sé ekkert mikið í þessu, sko. Það er spaðasvíning og hún liggur. Já. Þannig að staðan er 9-9. Það gerir ekki mikið jafnar en það. Nei. Það er hinnu. Nú setur hann 10-na. Nú er alveg sama. Jón Hersum á bara ekki spila tíkli. Nei. Það spila spaða aftur. Já, eða hjarta eitthvað. Spilið, já. Hún veit að Makk á Kongos í hjarta því að Sagnaði spilaði hjarta á Ás. Mitt. Já. Hann fekk spaðatvistin við sem Makk til 4 spaða líka. Okay. Þá er bara eftir að tjekka á hjartanu.
9-9 maður. Það alveg ótrúlega spennandi maður. Já, og við höfum ekki fengið neitt sko í 8 spilum, neitt svona stórt spil. Nei, einmitt. Nákvæmlega eins, 4-4, 5-5, ætla að sé 6-6 næst. Það góð spurning maður. Það fá eitt mjög flott spil samt. Svo áttu nú bæði pörin séns á að fara í slemmu, sem var nú svona kannski bara eðlilegt að vera í geimi og þarf svo mikið að brotna 3-2 sko. Algjörlega. En það var alltaf allavega séns að villast í hana og hún stóð. Já, ekki spurning. Sennilega, sko. Gasso sem fari rangt í það, en það... Einmitt. Og svo fekk Jón Hersir þarna sénsinn á að vinna alveg gullfallegt game. Já. Það var erfitt. Það var ekkert að því. Já. Það 6 spil eftir. Hvernig þetta ætlar að koma einhverju 10-12 impar hérna í dag? Sko... Já, nú sáum við sko alvöru opnum, sko, 2 spaðar. Já, einmitt. Kom bara 4 spaðar. Já. Útspil hjá Austri. Spurning. 4-8. Laugafjarki, Hjartaás. Hjartaás myndi ég tippa. Spaði. Og það bara eitt sem mátt ekki gera, það að spila út Laugafjarka. Ég ætla að skjóta á að spila út Hjartaás. Er það ekki eina sem að gefur spilið, Laugafjarki út? Jú, mér sýnist það. Ég held að hann komi þar út. Hvað heldur hann koma út? Laugafjarki. Ég ætla að skjóta á að spila út Hjartaás. 4-8, glæsilegt. Það sem hefði gerst þegar hann spila Laugafjarkanum er að sem sagt, þá gefur hann sem sagt Sagnhafa svíðninguna leitt setna því að Sagnhafi getur ekki tækla laufið. Akkurat. Því að vantar hann að lauf 9, sko. Það hefði verið eina úrspilið sem hefði gefið samningin. Já, Laugafjarkin eða 7 eða Kongurinn ef eitthvað ætlaði að vera með eitthvað sniður. Þau 3 útspil bara gefa þetta spil. Einmitt. Kjör bara Hjartagosi. Nú er þetta hissa hvað Jón Hersir var fljótur að spila út 10-8. Mér fannst þetta nú ekki alveg svona clear cut hverju maður spila þessi spil. Einmitt. Algjörlega. Já, en? Hann horfir á Ásgosafjörð í Laufiborði. Hann lítur að spila bara Hjarta áfram, ég get ekki ímynd mér. Já, það virkar ekki rétt að spila Laufi þetta, ég veit ekki hvenær það er rétt. En hvað er Hjarta 8 hjá hann? Væntar að 3. bara. Já. Já, mitt. Þannig að segjast eiga ekkert spil fyrir ofan eða 2. Mitt.
þetta svona... Já, ég... Ef að hjartagósin kemur, þá getum við farið á hittborðið og sjá hvað að gera þar. Sko samt sjá hvað spilan setur, hvað spilan spili núna. Algjörlega. Þetta eitthvað að rugla hana? Eitthvað hrættur að þurfa að spila kannski tíkli núna? Ég er pæla, Ok, þá er spilinu í prinsip lokið. Það er ekkert að gefa þetta núna. Nei, það er ekkert. Þetta er bara 9 slagir. Hér eru 4 spöðum. Það er þegar við fengið að vinna það hinum minn. Og fara aftur á hittborðið þá, spilinu lokið hér, hérna stóðu 4 spaðar. Einhvers konar endplay sko, eða þú tekur 4 sinnum tígul, tekur spaðan. Og þú verður að taka trompið og spila laufið, það er ekkert annað hægt að gera. Ég held að tíminn á vatni sé að fara að taka hér 10 stiga fórustu. Akkurat. 4 spil eftir. Ætli það hafi komið út laufjarki hinum minn. Já, það er ekkert óeðlilegt útspil laufjarki, sko. Laufjarki. Einu útspilið þannig sem að þetta er mjög þægilegt fyrir Sagnama sem gaf hann 10. slaginn í þetta skipti. Það var alveg eina útspilið sem að þurfti að koma út til þess að gefa eins og var þarna. Já, ég er mikla samúð með Þorláki. Já. Ég er hræddur að ég hefði hugsanlega gefið þetta spil líka. Já. Þetta er samt. Þarna fórum við í sænska skólan. Einmitt. Sjáum hvernig á að gera þetta. Já. Tígul 8 út og 1 sekúndu, 10 inn. Svona er þetta gert. Algjörlega. Þetta eru 10 einbar til tíminn á vatni, þess að 10 yfir 19-10. Menn getur kannski heima að vera að hugsa sér nú ef hann spila lauf 10 og Austur setur lítið. Já. Austur er aldrei að fara að setja lítið á lauf 10. Nei. Hann leggur alltaf kóngin á. Já. Alltaf þegar verið að spila svona litum þá þarf það að leggja á sem sagt háspilin. Og 10 er náttúrulega hátt spil þegar gósin er í borðið, sko. Einmitt. Er þetta ekki fyrsta sinn í okkar veru hér að ef þetta fer svona að ég hef rétt fyrir mig þegar við giskum? Jú, mér finnst það. Ég held þú hafur alltaf unnið mig. Já. Ok. Það hlaut nú að koma að því að þú myndir hafa rétt fyrir þér, sko. Nú hendaði bara báði hjarta. Svo kemur lítið lauf. Og lítið. Það er 9, smalt í lagi, og 10. Og kongur. Og game over. Það má spila hjarta eða laufi. Já. Jón Hers fyrir án á þetta spil. Já. Fyrir hönd Tímans og vatnið. Það var gott útspil hjá honum. Ég var einmitt að funda með honum í morgun, sko. Þannig að það bara, þú veist, þú bara kemur á fund með mér, sko, þá hittur útspilin, sko, greinlega í lýsingu. Settu daginn, sko. Þannig virkar þetta, sko. Já, já. Svo sagt. Svo er sagt. Þannig að það er bara besta boð þegar úrslitaleikurinn er, sko. Hver býður best í fundin, sko, með mér. Já. Svo segja menn allavega.
1999. Fjögur spil eftir, þetta nú ekki búið, sko. Þetta fljótt, eins og við sjáum, þetta fljótt að gerast. Algjörlega. Þeir eru á 15 úrrunni hérna. Hver var þín spá áttum ekki? 29-26. 29-26. Fyrir tímur á vatnið. Þetta nú búið að vera svona nokkuð soundleikur. Já, ég myndi segja það, algjörlega. Ekki mikið mistök. Nei. Búin að sjá nokkra svona dálítið, svona aggressívar opnanir, sérstaklega Bjarni Hólmar, þegar hann opnaði á 9 punktana. Algjörlega. Og skammaði sín ekkert fyrir það. Nei. Já, nú bara magnast spennan, sko. Þetta þurfum bara að fá næsta spil. Það væri gaman ef að síðasta spili myndi telja. Já, algjörlega. Það væri, sko. Það þetta með tölvumálin, maður veit aldrei hvað í gangi. Ég veit ekki að hverju fáum ekki næsta spil, en það hlýtur að fara að koma. Algjörlega. Það bara fólk bara að fara að fá sér kaffi eða eitthvað. Já, mitt. Vera tilbúið þegar aksjóni kemur. Ég segi það. Segja með þér, sko. Niður undan storminum. Bæði borðin eru búin, þannig að ég veit ekki hvort það sé eitthvað sambandsleysi, eða ég veit ekki hvað þetta sko. Við erum bara hér, sko, til þess að, þú veist, að reyna að gera okkur ekki að rosalegum fíbrum eða Já. Okkar verk, sko. Akkurat. Við sjáum ekki taknimál. Nei. En það eru við bara hér. Ég vil ekki fá neinn símtöl í kvöld og vera eitthvað að skamma mig fyrir þetta, sko. Það biði ykkur að vera ekkert hringi Magnús. Nei. Já, þetta það allt að gera samt, sko, Ég vil minna ykkur það að einminningurinn sem verður á morgun, það eiginlega síðasti sjans þess að skrá sig í þá keppni sem byrjar kl. 10 fyrramálið. Þannig að ég hvet alla eindregið að þeir sem að vilja taka þátt að skrá sig sem fyrst. Ekki spurning. Það var ansi fyndi, sko, þegar ég vann mitt fyrsta einminnismót, það var árið sem þú fæddist, Gabriel. Já. 1992. Heldur betur, maður. Þá var ég 33 ár síðan. Ég held ég hef verið orðið 19 ára. Frekar en 18. Já, þetta nú dálítið langt síðan, sko. Maður þetta nú ekki alveg svona eins og. Og þá var spilað í Sigtúni. Já, það var þarna svona kofi þar. Já. Ég held að sé búið að rífa það hús. Ég gæti núna samt verið að bulla eitthvað. Allavega það var mjög skemmtilegur spilastaður. Hann var á jarðhæð. Það nú alltaf spurningin að reyna að hafa. Var Sigtún á undan Mjóddinni? Já. Já, akkurat. Svo verðum við þarna heimsmeistarar og þá fyrir allt að gerast. Já. En það greinilega eitthvað vesinn í gangi. Ég biðst bara afsökunar á því. Lítið annað að gera. Ég veit að fólk að farast úr spennu. Við erum það líka hérna, ég og Gabriel.
Eigum við að fara og prófa hittborði, hvort það sé eitthvað meira þar? Já, herðu það, bara að byrja action. Nei, það sama þar. Bæði borðin eru nú búin. Já, við mistum af spili, mistu af spili 9, eða hvernig var þetta? Já, við erum konið alltaf að spil 10. Já, við vorum í spili 9, þannig að erum að bara... Ok, hér er spil 10. Þetta er nú svona eitthvað stuppalegt eða ekki. Tvö hjörtu flottur samningur hann í östu og vestur. Já, ég býst nú ekki við östu og vestur ná að spila það. Nei. Vestur er nú með 11 punkta. Já. Hvað segir að 2 lög, pass, doppl, pass, 3 hjörtu, pass? Hvað segir þú? Ok, hvað segir að doppla á þetta? Allt í lagi. Og bara 2 hjörtu hann á 3 lög kannski. Nei, ég veit ekki. Jú, 3 lög kannski. Nei, allir á hættinu hann. Láki segir 2 spaða held ég frekar. 2 hjörtu. Það sem ástæðan getur sagt 2 spaða hérna með 4 í hálitunum. Já. Eða koma 3 lög pass til þín. Þá getur þú barist í 3 hjörtu. Skil. Það var kannski gott fyrir fólk að spá aðeins í. Þannig að þegar þú ert með báða hálitina og þá er oft betra að segja spaðan á undan. Því að stundum verða fleiri sagnir og þá getur sagt hjarta næst. Akkurat. Jó, hann hækkaði þetta. Og já, er þetta ekki bara fínasta game? Jú, mér sýnist það. Tígullin leikur 3-3, hjarta leikur 4-1. Gerir það kannski aðeins erfiðara fyrir hann. Já. En þú verður eiginlega að spila tíklinu einhver tíman, sko, þannig að ég drepur hann ekki bara og við getum verið að velta fyrir okkur hverju Þorlákur hækkar með 12 punkta. Áskorum Akkars. Hann á engan punkt í laufi. Já. Og Ásanna og 10-9 tíkli sem er svona dálítið sexy. Hann er með svo slag og spaða 10, hann er bara ok. Kemur 8. Hann þorði ekki að dúka laufi, það er kannski verið. Þú þarft að trompa eitt spil, sko. Þessi 4-1 að gera þetta svolítið erfitt fyrir það, það fara einn niður í þessu. Já. Sýnist það. Þannig að fyrsta bræði held ég. Nú þannig að stoppa aðeins. Er það ekki, heldur að fara ekki einn niður í þessu? Sko... Nú þarf Ómar að sko, er hægt einhvern veginn að eyðileggja þetta fyrir honum með að dúkka núna. Já, glæsilegt. Drepa núna. Spila hjarta. Já. Hvað gerist þá? Eða bara spila laufi og er hann komið niður þá? Já, þá var hann komið niður þá líka. Já, passar. Sko, Þorlákur, sko, hann eiginlega mátt aldrei taka þessi 2 hjörtu þarna. Nei. Hann þurfti eiginlega, sko, held ég að gefa fyrsta slæðin á lauf, halda smá svona samgangi við að trompa sig heim seinna meir, drepa í annan gang og spila svo tíkli.
Já, það hefði verið betra. Það hefði verið betra, kannski samt hægt að gera eitthvað. Nú erum við að tala þetta sjáandi allar hendur, sko, þetta nú ekkert rétt í borðið, svo ég hjarta bara en við erum að horfa allar hendur, við erum bara að sjá hvað er best að gera í hverju sinni. Ég held að, ég sýnist hann ekki geta unnið þetta spil lengur. Nei, samanlega. Það er ansið þungt, held ég. Það er ekki alveg sama hvað Ómar spilar eiginlega. Hann spila spaða. Hvað kemur lauf meira lauf? Þú trompar hann á 9. Já, þá er þetta búið. Þá getur hann. Já. Spila bara drottningun og laug og svona og hann trompar, gefur spaðaslag og trúlega hjartaslag. Spaða ás og spaði. Eða hvað? Spila bara hjarta. Hann á ekki hjarta. Nei, hann er inni, já, fyrir ekki. Nú spila hann laufi. Já, hann er kominn down. Þeir eru búin að fá 4 slagi hérna. Ok, en þá hoppið yfir að hittborðið. Þeir eru líka í 4 hjörtum. Og nú má hann ekki spila aftur hjarta, held ég. Það er best að fá bara tígul á sem meiri tígul. Ekki? Eða hvað segir þú ekki? Jú, hann náttúrulega, sko, kannski hrættur að tígul 8 sé stök, en hann kannski komið út með einspili, maður veit það ekki. Já, mitt. Kartverið. Já, þessi leikudóldi veltir á Jón Hersi. Sýnist það? Já. Nú var það öðrutt. Nú var búið. Já, báðir sagnar tókuð þarna 2 hjarta. Ég held að sé, sko, hann spila núna spaða litlum og kemur tvistur og setur 10. Er það 10 tricks? Það er hann ekki spilað bara leið drottning og aftur leið? Já, hann er aldrei fljótur núna, sko. Akkur er hann að spila, þú veist, með Suðursæði 3 lög, ef að vestur á 4 í hálfleitunum og leggur ekki á milli, þá er ekki spilið komið. Með að spila spaða á 10. Já. Þetta er svona dálítið, menn er dálítið fljótir í þessu stöðum, sko. Í staðinn fyrir aðeins að stoppa, telja slægina og bara trompa 2 spaði í borðið. Og þú komið 10 slagi. Já, akkurat í þessu, já. Þú þarft ekki lengur að fría tígulinn. Nei, einmitt. Það passar. Þú ert með ás 9 hjarta fyrir aftan 10-8, þannig að þú nærði að trompa 2 spaði í borðið. En á móti kemur, sko, ef hann spila spaða og Mattías stingur upp drottningu, já. Þá eiginlega getur hann ekkert gert. Nei. Jú, tekja ás og spila meiri spaða. Já, hann gat unnið þetta með að spila spaða þristu borði. Vörning gat ekkert gert, held ég. Nei. Annað mjög interessant spil, sko, þegar hann lagði ekki á milli, sko. Mjög svo. Það breytist aðeins spilið hjá Sagnaði þegar hann lagði ekki á milli, sko. Það hefur verið mjög spennandi að spila spaða á. Já, spaða á 10, þá er þetta bara komið. Bara
farið 2 slag á tíul, 1 á spaða, 1 á lauf og 6 á tromp með að trompa 2 spaða í borðið. Akkurat. Þetta spil syns mér bara falla eins og það er nú. Það ekki alveg búið, sko. Ef hann spilar, já, kom bara. Hjarta. Já, það búið að vera mikli sénsar. Mjög, algjörlega, sko. Þetta spil hefði getast, nú fellur það hefði getað verið 13 impar inn bæði til tíminn á vatni og til hefði getað farið í báðar áttir. Þetta var þannig spil, sko. Það var bara 9 slagir hann. Ég sýnist það er ekkert þetta að gera í þessu, sko. Nei. Þetta Það hefur verið mjög flott að sjá spaða á tíuna þannig. Það hefur verið glæsilegt. Þá er þetta bara kemur lauf og lauf. Ég veit ekki hvað vörning gat gert. Nú er þetta bara trompað. Já, þetta hefði verið mjög spennandi ef það hefði komið spaði, en það er ekki spurning. Já, þessu spil er bara lokið. Það er, ég get ekki ímyndað mér annað en að Matthías á lokum trompi bara þetta og hann er bara aðeins að fara yfir þetta. Já. Og þá eru 11, 12, 13, 14, þannig að enn 4 spil eftir, sko. Það er nóg eftir. Þetta er sko alls ekki búið, sko. Jep. Hann kannski reynir að henda laun 9 eða eitthvað, en það er ekkert að fara að virka. Nei. Það er ekkert að fara að virka. Hann fær bara þess 3 slag á tromp, 2 slag á tromp, ásinn og 6-una í borði og spaða ásinn. Hann fær engan annan slag. Það er bara að fara yfir hittborðið kannski, held að þetta spil fari bara 1 niður. Hvað er að gerast á hinni borðinu? Já, þeir eru komnir í spil 11. Og eru að, já. Þetta er bara flott 4 spaðar. Já. Standa 6 af vísu. Svo það er. Já, taka hjarta kóng og svína. Drottningin dettur 3 fyrir framann. Þannig að hér er nú sko. Þú getur líka að tekja hjarta kóng og ás og trompa hjarta. Dettur hún og gefur þetta tíul. Er þetta ekki einhver séns? Já, við skulum fara bara aftur á hittborðið. Þetta er ekki spennandi spil hér á þessu. Nú er það spurning hvort þið farið í slemmun á hinu borðinu. Það gæti orðið eitthvað sko, eitthvað þannig að kannski aðeins overrýtsa í slemmu. Fara á hátt. Það var áhugavert. Hún er nú ekkert svo sem, jú, hún er ekki góð. Nei. Við erum að fara á hittborðið. Þetta er ekki spennandi hér. Já, maður sjá, hvernig var það sagt með þessu, Gabriel? Já, það er spurning.
Bjarni kemur til með að upphefa þessa 19 punkta í 20 eitthvað. Já. Og það er ekki vantarlega 2 grönt hjá þeim eða 2 lauf. Og nú er spurning. Ok, 2 grönt. Svo rosalega góði 19 punktar. Það var alltaf hægt að fá betri 19 punkta. Samanlega. Þannig að hann segist eða 20, 22, 20, 21. Og nú kemur einhvers konar steiman. Rúlega 3 spaðar. Og nú koma sennilega, segir hann sennilega 3 spaðar til að sína 5. Nú er spurning, sko, verður 3 grönt. Það er alveg eftir eitthvað hérna. Það sýnir það 5 spaða, já. Hefur þú séð þetta áður? Nei. Þetta er eitthvað ábyggilega rosalega flott. Já. Og það þeir eru að spila það. Já, mér sýnist það. Og þá kannski 4 hjörtu einhver yfirfærsla. Nú er ég bara að giska, ég ekki hugmynd hvað hann er að fara að segja, sko. Ég ætla ekki, það vilja nábyggilega að Suður spili spilið. Já, það er alltaf maður vinst ekki öðru sinn en maður Suður spila það, sko. Við skulum nú reikna með að 3 grönt sýni 5 spaða, það hlýtur nú bara að vera. Já, allir líkandum. 3 lauf er einhvers konar spurning. Já, 4 hjörtu, meldaði 4 spaða. Og hvað svo? Á norðu fyrir einu træi. Og það er bara 6 punktar, með ren og 5 lita þitt. Ég ætla að giska að Matti segi 5 lauf. Já. Það var kannski alltaf að gefa 1 púst, kannski. Það væri þá ekki eftir öllu en að þeir tækju hérna einstigs fórustu með að grísast í þessa slemmu. Já. Hún er náttúrulega ekki góð. Já, kom ekki bara 5 tíklar og 5 hjörtu og allir enda þá ekki bara 6 spöðum? Ég held það. 5 hjörtu og 6 spaðar, þannig að það vinst það spil. Bjarni fer alltaf í slemmu núna. Já. Já, hérna hér. Svona er Britsin, maður. Heldur betur, maður. Nú þarf einhver starffræði séni að segja manni hversu góð þessi slemma er, en hún þarf, sko, þarf 2 vikur. Já, sko, hún þarf hjartadrottninguna rétta. Þú getur þessu svína á báða vegu, en það er bara röngspila. En hún þarf að koma 3. Hún getur ekki tekið hjarta góð. Já, sko, hún getur komið ekki 3. og 10 ás réttur. Nei, já, mitt. Þannig að það eykur svona aðeins. Þannig að þetta er, sko, og ef hún er önnur blönk eða 3, þá ertu með 12 slagi. Ef hún dettur ekki niður þannig, þá ertu með til vara 10 ásinn liggur. Þannig að þetta er svona... Hann hlýtur að segja 5 hjörtu, hvis hann gaf 5 lauf, þá hlýtur hann að segja 5 hjörtu. Já, og þá hann segir 5 spaða, þá fer... Ég held að Bjarni við 3 í trompi fari alltaf í slemmu, sko. Já, ég meina, á ekki Matta að melda hann núna? Jú. Hlýtur að melda 5 hjörtu, eða ekki? Ég veit ekki alveg hvernig við sjáum þetta, eins og styr á töflunni, þá er Vestur að hugsa svo. Hann er kannski að skreppa frá. Ég vona hann hafi ekki verið að ná sér í konjak eitthvað svoleiðis, sem ekki vona hann hafi verið að fá sér eitthvað hotlustu djús frekar. Heilsusafa. Heilsusafa frekar, heldur en eitthvað svoleiðis. Já. Já, ég trúi því að það er fyrir 6 spöðum hann. Ég trúi því að Matti meldar 5 hjörtu hann og meldar hann bara 6 spaðan. Doblaði þetta. Þessi doppkölluðu segjum við, sko, þess að minna mann á að maður eigi út. Já. Venjulega dobla maður ekki svona þegar maður á sjálfur út. Núna hleypir Matti þessu yfir. Það gáttamakkar í ásinn og þegar Bjarni segir 5 hjörtu þá neitar hann ásnum í tíkli. Hann er réttdobla, það er blá í miðin í boxinu, þess að maður veit ekki. Þannig að þegar hann segir 5 hjörtu þá segist hann eða fyrirstöðu í hjarta en 10 kóngin en ekki ásinn. Þetta er svona
svona nótkunnin á redoblónum, það gott að nota því í eitthvað svona. Úr því eru nú í boxinu á annað borð, sko. Já. Það kom flottir 6 spaðar hérna. Já, þetta svona... Komast þér einum yfir hérna? Sko, ef þetta bara leiði aðeins öðruvísi, þá þetta bara niður. Algjörlega. Þá leikurinn sennilega bara búinn. Já. En í staðinn, þá fáum við eitthvað æsi spennandi hérna að loka spil, sko. Því að þeir eru að fara að fá, sko... 11 vimpa. 11 vimpa og eru að fara að taka einstis fórustu, 29-19. Bjarni getur ekki farið niður þessu spili, því hann veit að Tígul Ásin vitlaus, það er búið að segja hann það. Já. Með doblun á 5 tíka. Þannig að þá fer hann bara, og maður getur spurt sig, akkur getur hann ekki spila Hjarta Gosa á borði. Það er bara röng svíning, því að ef drottningin er lögð á Gosan, þá er sko 5 aldrei slagur síðan með, sko. Þannig að hann bara tekur 3 tromp og spila Hjarta Kongo sína hjarta. Það er ekkert annað að gera í spilinu. Og svo bara... Svo ef ég þekki hann rétt, þá brosir hann bara svona breytt. Já, ég get alveg séð það fyrir mér. Rosalega er ég góður. Þegar hann er að landa þessu heim. Já. Við sjáum þetta allt saman fyrir okkur. Þetta svona eru oft bridge-leikir. Þetta ræðst á svona ákvörðunartöku. Það geti allt stemt í það að þú sett að fara að hafa nokkurn veginn rétt fyrir þér. Það eru 3 spil eftir að þetta fari með að við það sem búið að vera í gangi núna. Þetta búið að vera mjög jafnt. Eftir þetta spil allavega. Ekki hann að fara að lauma Hjarta 10-ni. Ekki segja mig það. Vona að Austur leggi ekki á. Nei. Já. Þetta var allavega ekki slæmt fyrir info. Nei, þessi lega. Þetta var alveg, það fyrir að þessum þeir þurftu. Þeir þurftu þetta og kannski við líka, ef þetta farið niður, þá hefði nú verið komin yfir 20, sko. Já. Og það eru bara 3 spil eftir, en í staðinn fáum við bara æsi spennandi loka 3 spil. Ég held að Jónas líði ekki vel hérna með 8-4 hjarta, horfandi hennar hjartalit. Nei. Hann veit að hvað er að fara að gerast. Það er svona að fara að vinnast. Já. Hvað heldur hann svín í hjarta eða taki kóngin í hjarta og ás og trompi? Hvað heldur þú ekki? Nei, sko, hann er búið að dobla 5 tígla. Já. Þannig að ég held að hann taki bara Hjarta Kongo svína hjarta. Ég get ekki ímyndað mér eitthvað annað play. Nei. Og það er 980. Ég er alveg sammála, sko, ákvörðun Matta, sko, að gefa 1 púst á þetta, sko. Já. Mér finnst það. Og hann er í S-inu sinu núna. Já, ég sé það alveg fyrir mér, sko. Mestarinn. Sem ekki viti. Hann er ánað, ég held að sé ánað með þetta kallinn. Þá er Bjarni Hólmar Einarsson kallaði mestarinn í spilinu. Og þetta voru mestarataktar. Nú er bara að spila tígli og trompa 1 lag og 12 slagir mættir. Og við erum konum með 9 fórustu. Þetta er hrikalega spennandi, maður. Þú betur. 2019, það var nú alltaf hægt að biðja jafnari leik en þetta.
Já, þetta tilfinningun, þetta leikur, sko. Já. Þú getur ennþá haft rétt fyrir þér. Heldur að Matti opni í annari hönd á 4 spöðum á þessu spil eða 1 spaða? 4 spaðar. 4 spaðar ekki hleypa þeim í fórnina? Nei, utan hættu hérna. Hann áhættu, sko. Nei, ég segi þetta anstaðan utan hættu, skilur, opna frá 4 spöðum. 4 spaða, dopp, eða pass. Ekki létt, ok, 1 spaði. Nú bara 1 grand inn á Jóni Hersi. 15 til 18 punktar. Pass. Og hvað? 2 spaðar hjá Hlyn. Já. Yfirfærslu lauf. Hann finnur vantarlega ekki að leggja niður þennan blindan með 6 lit og 4 lit í 1 grandi. Nei. Og 3 spaðar og allir pass. Já. Eða hækkar Bjarni í 4 spaða? Já, ef hann melda 3 spaða. Makkar að melda þetta á öfum hættum? Já. Er það ekki líklegt að önnu drottningin sé inn í eitthvað? Ég held að ef hann melda 3 spaða, koma 4 spaðar. Það hækki ekki bara í 4 spaða? Jú. Já, Matti við 2 spöðum melda Matti 3 spaða, sko. Já. Nú veit ég ekki alveg hvernig þeir yfirfæri í lauf, en flestir á Íslandi gera það allavega með 2 spöðum. Einmitt. Algjörlega. Þeir getur nú verið með einhver aðra aðferð. Og það bara 1 vörn í, já, komið 2 spaðar og nú meldar Mattías 3 spaða. Hann meldar ekki 4 spaða, nefnir með 5 tapslæg, sko, áhættu ekki nutta. Þá kom bara 4 spaðar, doppl. Doppl, ok. Þannig að doppl og svo 3 spaða. Þá lyfti Bjarni Dúlla í 4 spaða, með 8 punta. Já, ég hugsa að fara í 4 spaða. Já, ég held að. Svo kemur hann til að 10 lás út. Það liggur 1 niður. 10 lás stunga. Já, nú hefur verið gott að spila, sko. Svona eins og ég ger í Bandaríkjunum, svona markera með svona háuspilum. Þá kem ég 9 í ásinn. Já. Þá veistu að það tvíspil. En eins og við gerum hér í Evrópu, við köllum með láguspilum og nú 7 lægsta spilið. Gæti ruglað eitthvað í austri. Það ekkert mál að gefa þessa 4 spaða, sko. Það verður að koma út ás kongur í tíkli og meiri tígull. Já. Það eina sem banar 4 spöðum. Og þá fær vestur að trompa á tvistin sinn. En tígull 7, segjum að sagna við seti 6-una, feli, þrist og tvist, þá þetta nú ansi snúið. Ég held að þegar hann horfur á blindan og hann er komin í 3 spaða, doppla á sig á 3 spaða og horfur 8 punta í blindum og það er nú sér kannski vola lítið annað sjens nema hann tekka áskongu tíkla meiri tígul, sko. Líklega, sko. Það gæti átt einspil í tíkli og ásinn annan í laufi og makki kongin í laufi og laugósin þyrti. Ok, nú segir hann 3 spaða og Bjarni 4. Og svo ætla ég að giska að það komi út 10 lás og þeir gefi spilið. Heldur hann svissi? Já. Ég held að Matti seti sko 6-una í 10 lásinn og Jón svissar í laugósa. Ertu að menna hérna... Það kom út 10 lás. Já, þeir að spila 4 spaða. Jón Hersi spila 10 lás. Já, og nú kemur 7 í vestur. Og Matti falskart með 6-unni, felu, þrist og tvist og Jóns spilar laugósa næst. Þetta að fara að gerast. Ég held að það fari hérna niður. Nei, aldrei, ég skal, sko, ef þið spila standardmarkeringar, þá gefur hann það spil. Nei, ef þið spila, svona svo við köllum upside down, þetta gerir svona, kemur 10 lás, fjarki, 7-6,
Í hvað hann að fara ætti hann að svissa í? Ef að sagna á einspil í Tigli og á sinn annan í Laufi, þá verður að svissi í Laufgosa. Sjáðu, nú kemur bara Laufgosi. Og egg og bacon. Þetta alltaf... Já. Þetta ógeðslega erfitt. Maður getur léttilátt kongin sjött í Laufi át og þetta vörnin, sko. Hann finnur þetta aldrei, sko. Nei. Hérna kemur aftur á móti. Hvað gott að spila hinsegin markeringar og kallið með háuspilum. Þá kem ég 9. Já, það var það alveg... Til dæmis og ég og Bessi, við gerum það í slag 1. Að þegar kemur ásút, þá köllum við með háuspilum. Já. Þannig að þetta spil hafði ekkert verið vandamál okkur. Nei. En allir sem spila þessa markeringar gefa þetta spil. Já. Ég ekki... Þá var 10 inn í viðbót til... Já. Þetta var gríðarlega erfitt. En Jón Hersir búinn að fá eiginlega allar ákvarðanir í þessum leik. Já, einmitt. Og þessi bara var ansi snúinn. Nálgast bara þín spádómur. Já. Það leit nú ekki þannig út áðan. Nei. Stundum spili bara, ég verð nú að segja að þeir eru nú búin að vera ansi farsælir í þessum 2 spilum. Að þessi staða skulle líka hafa komið upp. Þetta var svona, akkur átti ekki bara makki 9 þristitíkli. Já. Þá er þetta bara dán á 1 sekundu og þá er þetta sko 6 inn, en nú er þetta 10 út. Sprits oft brútal, sko. Hvað á hann fyrir dopplu og 3 spöðum hann, skilur? Ef hann kemur til Laufgos og makkar og kongin, hann geti hvað á hann punktastir? Hann geti átt 7. spaðan og ásinn annan í Laufi og eitthvað svona 8,5 nýjuslega. Hann horfir á ásinn hann, já, ég veit ekki, það geti kannski verið leiðin til þess að... Þetta algjörlega vonlaust við borðið að leysa þetta spil. En það verður líka að gefa Matthíasi kredit fyrir að vera í tempói tilbúið með 10-6 og þetta, ef hann hefði sett tvistinn, þá hefði þetta kannski orðið aðeins öðruvísi, sko. Og þetta það sem þú þarft að gera við britsborðið, að vera góður í þessum stöðum öllum. Já. Og Matthías náttúrulega bara frábær í þessum stöðum. Já. Og Bjarni líka. Það ekkert að þeim tekið, alls ekki. Nú spilinu bara lokið, þetta bara 10 impar til Infocapital. Svo sjáum þeir áttu 170 kallar hinn borðinu. Og þá það svona þessi aggresjón hjá Matta og Bjarna sem að skila hér. Það voru 2 spil eftir og við erum að tala 11 impa, það nú bara samt 1 svín. Það bara 1 spil, ég segi það. Það bara 1 svín. Það nú gaman ef að kæmu svona 9 impar eða eitthvað inn í næsta spili til tíminn á vatnið og þá kannski 2 impar í mun fyrir loka spili. Það væri skemmtilegt. Já, byttu við. Já. Það mitt. Jón Hersir að fara yfir þetta en við sjáum það að þetta bara lokið. Það ekkert sem hann getur gert lengur. Þetta bara 10 slægir. 10 slægir og 11 impar. 450, það ekki 10. 650. 650. Já, pluss 50. Já.
10 impar. Getur við kannski farið yfir hittborðið? Já, það væntanlega bara, það væntanlega ekkert að gerast. Þeir eru byrjaðir hérna. Jú, þeir eru byrjaðir að spila 13 maður. 3 hjörtu, 4 lauf. Hérna vinna 6 hjörtu svo þeir. Nei, vinnast ekki. 4 lauf. Já, sko 4 lauf hjá þeim er ásaspurning. Já. Og sko svörin eru alltaf sérstök hjá þeim. Þetta er ekki sko svona venjulegur Blackwood eða ásaspurning. Nei. Þeir sýna sko strax sko, ég held að sé 4 tíklar er engin, 4 hjörtu er 1, 4 spaðar held ég sé 1 ótrámt drottning, að því að sko málið er það sko að hindrar á aldrei 3 ása eða eitthvað svoleiðis sko, hann er náttúrulega á veik spil. Það væri gaman að sjá hérna, það að fara í 6 hjörtu hérna, að sjá hvort þeir náði hinum með, víst að ásinn liggur réttur í tíkli og spaðakongur liggur. Já, það er bara, nú kom bara 5 lauf, tjekka hvort að makkar eigi 10 cubit, 5 tíklar, eða bara 6, það var gott að þetta, það sé ekki bara. Já, það koma 6 hjörtu. Þú segir hann 6. Herðu, sko, guð, býtum nú verðum við að fá að sjá hittborðið, sko. Þetta, en svo sjá hvernig spilið er, hjartaði 2-2, spaða kongur liggur fyrir svíningu, tígul ásinn liggur réttur. Það liggur þessu í sögu. Þetta stendur alltaf. Spaðin 3-3 í leiðinu. Ok, nú kemur einhvers konar spurning hér. Þannig að miða við fyrri spil, þá eigum við nú vonaði að þeir fari í þessa, er það ekki? Jú, það er mjög líklegt. En ef þeir missa hana, þá er tíminn og vatnið að vinna með 1 impa. Já, og 1 spil eftir. Af því það eru 13 impar, það er sko 12, nei, það er ekki 12, það er 11, þá er þeir vinna með 2. Já. Þetta er... Nú er ég ekki alveg kláraði hvað þeir eru að sýna. Þeir eru með þetta aldrei mikið að sérstökum methodum. Er þetta eitthvað Jón og Símon hjá það með hann, 2 hjörtu, eða er þetta eitthvað 9-12 eða eitthvað svoleiðis? Já, ég held þetta sé frekar svoleiðis. Ég bara er ekki alveg klár. Finnst þess að þetta sé hjarta á lágaldur, ef ég er að fara rétt með? Já, ég held ekki, sko. Ég held ekki að þetta sé eitthvað... 9-12 eitthvað svona? Já. Þá er þrjúlega eitthvað lágmark. 3 tíkla spyr, og þá myndu 3 hjörtu vera neita einspili. Já. 3 spaðar stutt lauf. Segir suðu væntanlega 4 lauf. Sem er fyrirstaða, hún er að tjekka á tíklinum og kannski bara fer í þetta líka. Ok, nú koma 4 tíklar væntanlega. Og þetta er það sem við köllum með fyrirstöðusagnir. Það er að segjast að andstæðan eigi ekki ás og kóng í litnum. Ég heldur sé að fara í þetta. Já, mér sýnist það. Þetta er bara að falla, sko. Finnst Bjarnar kannski hann sem búin að gera nóg núna? Nei. Hvað gerist í þessu maður? Já, ég held að það sé að falla. Þetta er búið að vera alveg svakalega leik. Já, rosalega. Já. Og nú koma 6 hjörtu. Hann veit að þetta hefur alltaf eitthvað play. Já. Þegar makkir á 1 ás og tígur fyrir stöðu. Það er alltaf eitthvað play í þessu. Þetta spilfellur. Já. Þeir eru búin að vera svakalega sterkir hérna í lokin. Mjög svo. Matthías og Bjarni. Fegin að vera ekki hérna í austur-vestur.
Það er nú skára að sitja hér. Já. Og ég tala nú ekki þetta hafi verið í Bridgesporu og sjá Bjarna svona brosa eftir hvert spil, sko. Hlægin á millið hans. Hlægin á millið og í góðu skapi, sko, þegar vel gengur, sko. Einmitt. Já. Þá erum við bara að fá eitthvað drama í síðasta spili. Þetta er aldrei búið, sko. Aldrei búið. 11 impar er mjög daglegt brauð í Bridge-leik. Það er bara game staði og game down eða eitthvað svoleiðis. Það er nánast. Það er ekkert að sjá. Nei, það er ekkert að sjá. Þessu spili að eitthvað geti gerst, sko. Það er. Og sérstaklega hér að kom ekki bara tíguldrottning út. Það kannski kemur Jón Hersi með spað út eftir sagnir, ég veit það ekki. Það hljóma nú svona eins og að Norður eigi ekki mikið í spaða þegar hann á tígul fyrirstöðu. Ég veit. Það er ekkert annað að gera en að fara bara upp með spaða ás og taka áskongi laug og henda spaða og spila upp á tígul ás réttan, sko. Þú hefur ekki leikt annað play, þú græðir ekkert að svína spaða svo sem. Tígul ásin verður bara að vera réttur. Akkurat. Þetta gæti. Hann er að hugsa um það, Jón Hersir. Á ég að koma með spað út eftir að sagnir. En svo er hann að horfa á lálitina, sko. Ég stoppa þá vel. Já. Þú veist, það er sennilega engin niðurköst. Nei. Það væri kannski annað að væri með einhverja 2-3 hunda í tíkli. Og kannski myndur þú freka að koma með spað út. Já. Já, hann ákvað bara að gefa ekki neitt. Hann vissi að Sagna átti einspil í laufi, þannig að lauf út getur aldrei gefið neitt. Það er. Þetta er bara slett. Já, ég sé ekki annað en að það sé bara taka á sinn og já, sko, þú getur náttúrulega líka að spila upp á að Austurey bæði spaða kóng og tígul ás og fari í spaðan. Þannig að þú ert með smá val núna. Þess að þú getur. En þetta er svo langsótt, sko, þá ert að spila upp á, sko, spaða 3-3 eða hjarta 2-2. Ég held að spili bara tígli, sko. Ég veit ekki hvað hann gerir. Já, það spilir bara tígli á kongin, eða? Já, þá spilir ég bara í prinsip búið, sko. Já. Þetta er 50% í staðan fyrir að eitthvað fara. Já. Það er engin stunga neitt, þetta er bara vonaða besta. Ég held að Matti gerir það, ég held að hann skoðar þetta aðeins, fer yfir þetta. En hinn leiðin gengur líka upp að fara heim á spaða og gengur allt upp í þessu svo til. Fara heim á hjarta og svína spaða og fríga það og þá farið alla slagina, sko. Já. Ég ætla ekki að hann spila bara tígli slatu. Kannski hann eitthvað að lykta af þessu að Jón Hersi. Nei, þetta er bara svona, þetta er bara eðlilegt. Já. Það er bara upp með ás og game over og þá er það bara að loka spili. Við skulum fara á hitborðið. Sjá hvað eru að gera þar. Tígull, eitt spaði, eðlilegt. Í fallegu liturinn utan hættu. Dobl. Hljómar eins og hann er að sína spaða, en hann er að sína hjarta með doblinu. 3 spaða, 4 lauf og nú eru Þorlákur og Einar á leiðinni sennilega í 6 tígla. Sýnist þið það ekki? Jú, það lítur allt út fyrir það. Eða segir hann 4 spaða, 5 lauf og 5 tíglar og pass. Ef þeir farið það,
Já, mitt hann Áskom drottningur spaða. 5 grönd og 6 tíklar. Nú gæti komið inn mögulega eitthvað hjá. Ég minn eini. Já, nú verður að koma með hjarta á sút. Já. Horfandi á 10 kóngin annan. Einmitt. Gerir Stefán það ekki? Spilar hjarta á sút? Með kóngin annan í trompi? Já. Þetta gæti verið úrslitaspil. Ekki eru að fara að fá hugsanlega 11 impa og leikun enda 30 og info fyrir áfram á... Já, það væri rosalegt maður. Þá er ég að loka síman því að þá ringir náttúrulega tíminn á vatni og fyrir að skammast út af hvernig reglundar í mótinu. Vil ég að fá hérna, en það er mjög einfalt, það bara þegar við löpum hérna út og eftir, þá bara slökkum við símanum, sko. Þá þurfum við ekkert að svara. Já, þá getum við farið á hittborðið. Hann er ánægður að sjá... Eins og við horfum á, hann fær alltaf á 10 kóngin. Guð minn, almáttugur, sko. Býttu nú við, þetta er, sko, þeir eru 11 undir, þeir eru að fá 50 kall. Segjum þeir ná að spila 3 grönd hér. Sennilega. Sko, ef þeir spila game, það er bara 10 impa, þá fyrir leikunum 30-29. Það er þá kannski betra að tapa með einum heldur en að vera 30-30. Þá fær tíminn á vatni þess að 29 sem ég spáði fyrir Já. Það er bara, info fær 4 meira. Já. Nú er spurning. Þannig að mér sýnist að vera öllu að þeir séu bara komin með þetta. Já, þetta dugar þeim. Já. Það er ekkert sem getur gerst hér. Ekki nema endi ykkur 7 tíklum, dobluðum, 2 niður 300. Þáttu komin í hvað? 12? Þáttu komin í... Nei, nú er ég alveg röglaður, sko. Nei. Það er ekkert sem getur gerst. Af því að 3 grönd var ekki spiluð lengur. Og 5 tíklar er bara slétt. Það er 400. Já. Pluss 50. Það er 10. Það er bara 10. Þannig að við getum bara... Ég væri frekallis að vera 30-29 heldur en að vera 30-30. Það hefði verið agalegt, sko. Því að hugsaðu, við kann, sko, helgin framöndan, maður ætla kannski að vera heim og horfa enska, sko, og það hefði bara símtölin hérna og væla yfir öllu, sko. Það maður, ég minn henni. Þannig að þetta var gott. Já, algjörlega. Kannski í framtíðinni þá höfum við bráðabanna. En á móti kemur, á ekki infoskilið að fá eitthvað með sér fyrir að vinna riðlakeppnina. Jú. Mér finnst að þeir ættu skilið annarkvort að fá carry-over, fá einhverja impa eða þá bara ef það er jafnt að þá vinni þeir. Það er nú bara, það er sanngjarnt að pælir í. Já, einmitt, og áttu þeir ekki alveg töluverð nokkuð að stigum hérna í fyrsta sætinu þarna, var það ekki? Áttu þeir ekki á undan, hvernig var staðan í mótinu á undan, áttu þeir ekki eitthvað að stigum á næstu menn? Á tíminn og vatni áttu þeir einhver 6 vinnustig, en á hinn tvöliðin áttu þeir bara 0,1. Já, það var svoleiðis, það var svona stutt. Það var rosalega jafnt. Já, ok. Og mér sýnist þessi leikur vera að fara 30-29 og það gat nú ekki, þetta er rosalegt maður. Hvað var maður að segja? Já, þetta er ótrúlegt. Og aðalmaðurinn í þessu leik var Jón Hersir, hann fekk alveg fullt af sénsum. Heldur betur maður. Og gerði vel í mörgu spilum og var alltaf óheppinn í öðrum. Og persónulega fannst mér info vera mjög farsalir í þessum leik. Já, það voru það. Það mennur kannski ekkert sammála því, en sérstaklega þetta spila þessi 4 spaða. Já. Að Tígulstaðan skuli hafa verið svona að Vestur átti 9-7 í tíklu og þetta var svona erfitt í vörninni. Já. Þetta var alveg ótrúlega leikur. En okkur er svo sem sama, hver fer í úrslit, þetta var rosalega skemmtilega leikur. Mjög skemmtilega leikur, virkilega skemmtilega leikur. Já, nú er það sennilega að fara að fá yfirslag. En það er bara 470 og þeir þurfa miklu meira, sko, þeir þurfa alveg 600, sko. Hann þarf eiginlega að fá, sko, 8 yfirslagi, það er vist ekki hægt í 5 tíklum. Nei, mitt. Það er ekki hægt. Það er bara 10. Þannig að
4,50 og 4,70 eru 10 imbar hvort sem er. Þannig þessi yfirslag hefur engin áhrif. Það mætti segja að við hefum ekki getað fengið ekki meiri spennandi leik heldur en þetta. Þetta var rosalegur leikur og nokkur athyglisverð spil. Mjög svo. Og flott spil, sérstaklega 3 gröndin sem Jón Hersir var að spila. Það var mjög skemmtilegt spil. Og svona gaman að sjá líka hvað stíllinn hvass. Mjög svo. Opna á 9 punkta og menn ertu kannski að hugsa þetta sem eru að horfa á og eru kannski að byrja sín fyrstu spora kannski aðeins meiri 9 svona í byrjun en spilið svo mikið snýst svona að vera aggressífur, sérstaklega með spaðan. Það hæsti liturinn, ljóturinn í sagnir. Við sjáum það að þetta, eins og við vitum út af hvað skeði hinum megin, þá skiptir engu máli hvernig þetta spil fer. Info Capital komið í úrslit og Tíminn og Vatnið eru úr leik. Já. En þeir stóðu sig mjög vel. Mjög svo. Við myndum bara að gefa þeim hrós. Virkilega skemmtilega leikur, spennandi leikur. Já. Og gæti farið á alla vegu, allt frá enda. Já. Og verða grant og málning eftir viku, það gæti orðið flugelda sem það verður eitthvað maður. Heldur betur maður. Já, við hvetjum alla að fylgjast með því, sjá hverjir eru að fara að spila við Info. En þetta alveg magna hversu sterk þessi sveit er. Hún er ótrúlega góð. Já, hún er það. Jón Hersir dálítið góður í að taka sér smá tíma í spilin og hann er með gott tempo finnst mér. Ánægður með hann. Það var svona. Ok, vildi hann ekki taka 3 spaða og taka tígul ás einu sinni, og svo inn á laug kóng. Kókudrótning og henda hjarta. Já, og svo... Nei, hann er... Það var svolítið sérstætt. Já, hvað kemur núna hjarta og... Þetta var sérstætt play. En ekki að skipta neina máli. Hann má fara niður líka. Já. Hvort sem hann stendur þetta eða fer niður, það ekki verið að spila neinn vinningsstig. Það bara að vera að spila hérna impana sem við sjáum í hægra horninu. Og sá sem að skorar fleiri svona impa sem við göllum, hann kemst áfram í úrslit. Bjarni lítur að taka bara hjarta ást núna, ég veit ekki hvað hann að fara að spila upp á hann. Heldur hann kannski að makkar í 4 tíkla eða eitthvað, ég veit það ekki. Ég veit ekki alveg hvað hann hefur upp á að spila með að spila tígla sem í tíkli, sko. Það lítur að vera hættu í hjartar. Þannig að eiga kongdrottningu vil að henda bara þessu 2 hjörtum og spila í engri hættu, sko. Já. Að vísu þurfti hann náttúrulega að fría lauf, sko, lauf ekki komið. Nei. Þannig að svo þegar hann trompa 1 lauf, og þannig að trompa, og það yfirtrompa, sko. Hann sér líka það að 10 kemur, spilar einu svona tígla á sinn og 10 dettur, sko. Trúlega kom 10 blönka eitthvað. Nú er hann bara búin að, nú er bara spilið komið, tekur hann 10 gósa og hendi 2 laufum. Þetta var kannski, með við sagnir, sko, þá kannski Norður ekki með hjarta á sig. Kannski var hann bara að tryggja spilið. 30-29 maður. Nú held ég að vera svektir. Nú held ég að vera svektir maður.
Já. Ég veit ekki hvað maður á að segja. Nei. Bara game over. Þetta var alveg ótrúlegur leikur maður. Einn impi. Já. Þetta var alveg magnað maður. Oft þegar maður að spila svona leiki og tapa með einu, þá svona gamli brandan, já það var ekkert að finna hann eina sko. Já. En það alltaf hægt. Já, þetta hægt. Oft svona, menn alltaf taka þetta mjög inn á sig sko. Já. Það var oft erfitt að sofa, Einmitt. En þeir eru bestir sem geta gleymt sem í næsta mót. Svo sannarlega maður. Það langt best sko. Já. En þetta var hrikalega skemmtilegu leikur og þetta var spennandi alveg frá til síðasta spil. Og ekki óvænt, svo sem hvernig þetta fór samt sko, þetta muna svo rosalega litlu og tíminn og vatni og gætt bara léttilega unnið þennan leik. Já. Mörgum spilum, en þetta bara svona þetta. Svona þetta. Og við minnum náttúrulega bara allt sem að fara að gerast framöndan í Bridgesinni hjá okkur. Það deildakeppnin hérna 20. eitthvað annan nóvember og Íslandsmóti einminningi á morgun, svaka spennandi, Bridge-hátíðin og allt að gera. Jólamótin og nóg framöndan. Og það 100 manns að fara til Madeira í frí og allt að gerast. Algjörlega. En næstu viku þá fáum við hinn undanúrslitaleikin. Já. Og svo eftir 3 vikur fáum við úrslitaleikin. Já. Svo í millitíðinni spilum við svona einhvern flottan leik líka. Já, þetta 3 skipti eftir. Já. Og við ekki bara þakka fyrir okkur í kvöld. Takk fyrir okkur. Já. Og verið sæl. Verið sæl.